Elín, hvar Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV /Hókus.is. Hér náttúrulega mættur meistari Guðjón Reimberg í djúpkofun. Alltaf að klappa fyrir Guðjón. Hæ. Æ, meistari. Mikið alltaf að þessa síðu mína, hóksið mitt. Egoismi. Algjör egoisti. Nei, þetta flott síða hefur. Já. Ég skal ekki vera neinettir í kvöld. Já, ég höfði það ákveðlega. Ég veit það. Fannstu það ekki upp? Jú. Neinettirið. I found it, no. Já, þetta það bara bætin víður inn og svo bara hókus pókus allt horfið núna. Hérna verður að taka próf í Indlandi. Svo eru þeir byrjaðir með anal swabs í Kína. Já, þeir allavegst að gera þannig að taka fyrst anal swab og svo nasal swab með sama pinnanum skildum með. Það ekki plottið. Ég man það ekki, þetta orðið svo mikil geðveiki. Já. Hvað það síðasta sem Sturlaði sér að hann bilaður? Já, Sturlarinn alveg að meika það núna, sko. Á ég kannski færa mækinn lengra frá mér. Ég hefur eitthvað svo vel að ég hef með eitthvað mikrofón issue, komplex. Já. Það alveg skelfilegur komplex og læknandi held ég mér. Já, erst þú með þetta líka? Nei, ég bara með góða mæk og frábæða mixer, sko. Já. Reyndar eru menn að kaupa svolítið vitlausa mæka, þeir eru að kaupa line mæka, sko. Line in, ekki frekar USB? Já, það náttúrulega alltaf amatöri. Já. Ég veit ekkert hvað á að kaupa. Ég keypti fyrst line mic, hann voru ódýr, hann var ónotaður. Svo keypti ég USB mic sem var aðeins dýrari. Já. Ég þekki samt 2 professional ljóðmenn og þeir eru ekkert að segja mér hvað ég á að gera, sko. Nei. Egoismin mjög alvarleg veiki, sko. Já, ég tek eftirleika það allir aðri með hana heldur en ég, sko. Já, þetta er mjög sjúkt. Mér langar náttúrulega bólusetja við þessu. Þetta er mjög algengt hjá öllum öðrum en mér, sko. Já, þú ert ennþá svo veikur af sósíalismanum. Nei, ég sjálfsveldis að sinni. Sjá, það þessi mæk hérna. Já. Og þetta shotgun heita þér. Shotgun mic, já. Það held ég að þú verður tekin í fangilsi og kaupið shotgun mic, sko. Það bara sérviti. Það komið og þetta grínast. Svo myndi. Hann mjög ódýr þessi. Ég sé ekki neitt. Nei, hann ekki svolítið lítill. Deity. 360 pund, maður. Já. Hann með tösku, sko. Já, þetta greinilega mjög lélegur mæk. Það kemur stundum smá spæk hjá þér í. Nei, það getur ekki verið. Það eitthvað miskilningur. Smá. Nei, það eitthvað miskilningur. Ok, þetta bara ímyndin í mér. Já. Nei, svo líka þessir góðir, sko. Þeir eru bara svona nálægt manni, sko. Já. En það sem að skiptir náttúrulega mestu máli mixerinn, sko. Og ég búinn að fara í gegnum nokkra mixera, sko. Ég meina 2 bara
bara sem eru bara meguðu það ekki sko. Já. Ég var með Behringer mixer og hann var alveg hræðilegu við hliðin á þessum sem ég er með núna sko. Þessi þessi er algjört æði sko. Þegar maður kaupir mixer þá kaupir maður bara Yamaha, maður kaupir ekkert annað. Hérna eru kompressorar og svo er IQ-in. Hvað tekur þessi marga mæka inn? 12. 12 mæka? Já. Okay. En það eru sem sagt 1, 2, 3, 4 sem eru svona sko. 4 sem sagt aðalrásir. Svo er þetta svona splittaðar rásir. Svo er svona audioinn út, hérna er stúdíóið út og hérna kemur USB-ið inn sko. Þannig ég er með tölvuna hérna inni líka sko. Algjört æði þessi. Dýr. Já, gott að svolítið. Ég fekk hann á 2700 sænskar. Það er sinnum 16 krónur, 43 skall. Nei, læt að vera. Já. Ég er svo lasinn fyrir svona sko. Ég þarf einhvern veginn að hafa. Ég þarf að hafa þetta einhvern veginn. En ég er að spá í hvort ég nota svona, já nú lítinn hérna. Rödd er lítinn, vídeomæk sko. En þessi er algjört æði sko. Þá hefur hann bara rétt fyrir ofan sko. Bara hérna og beint á þig. Þá er þetta bara í bestu málum veraldar sko. Já. En hvað sérðu? Hvað er að frétta af? Hundurinn er pirraður, annars er ég fýtt sko. Henni er illt eitthvað þar. Það er rosalegt tungljós núna sko. Já, gulurmáninn. Hann var að koma upp hérna. Það er sturlunarmáni. Hvað hvílir á þér, Karl minn? Á mér? Já. Hvílir eitthvað á mér? Já, þú ert að þykjast vera vola rólegur og yfirvegaður núna sko og það maður veit að það er bara, þú veist, rétt fyrir eldgosið sko. Já. Menn það er ekki hverjum degi sem þú sendir mér link og segir heimavinna. Já, það var nú þessi sóttvarnalög sko. Þeir alltaf enga að breyta þér. Hvað áttu við? Það verður áfram bara sama ógeðið sko. Þeir geta farið inn í líkamann á þér. Hér er einhver nýr subscriber. Þið hljótið að vera gyðingar síónistar á vaknaðir. Ég er nýr subscriber nefnilega. Já. Ég veit ekkert hvað hann á við. En það er þetta hérna sem að ég er svo brjálaður yfir sko. Já, þú var alltaf að tala annað í vetur. Finnst þér það skrítið? Þeir eru menn bara búin að fá leið á þessu eitthvað? Ekki þannig, ég meina, veist, ég er búin að vera að velta mér upp úr sinni á 14 ára sko. Já. Veist, ég las Skákaði skjóli Hitlers þegar ég var 15 ára, 14-15 ára. Já. Ég var búin að lesa Falið vald. Maður er búin að vera að skoða svo mikið af viðbjóði, sko, bara alla æðina, sko. Það þarf ekki að fara það bara inn á Lækjartorg og predika orðið. Af hverju ætti ég að vera því? Ég er ekki sósíalisti. Nei. Svona Helgi Hóvik kannski? Já, nei, sko,
sko ég skil vel. Hundurinn er aftur og hann pirrar, ég er búin að fara með hana 3 svar út á klukkutíma, hún er eitthvað pirruð í maðurinn. Þannig ég gæti þurft að fá 5 mínútna pásu og fara með hann út aftur. Já, það er tunglið sem er að pirra hana, sko. Nei, hún á þetta til að hann þarf að gera númer 2, fer svo út og gleymir því. Já, já. Hún er, af því hún er með einhverfu, hún verður obsessed út af lykt, til dæmis. Já. Eins og núna og kemur öll lyktin upp úr neðan og bæ, sko. Já. Og þá er hún bara víst til að gleyma sér, sko, bara í lykt og svo er núna 5 stiga frost og mikill raki, þannig að maður upplifir, sko, 15 stiga frost, þannig að það er bara kalt fyrir okkur bæði, sko. En ég er þá að gera maður 5 mínútur, ég ætla bara að bíða eftir að hún heimtar að fara út, sko. Já. Þá veit ég að það tekur ekki nema 5 mínútur að skjótast, ég bara er að, þú veist, En hvað hvílar á þér? Þú framleiðir rosa mikið vídeo núna sem er bara mjög gott, sko. Ég er ekkert að kvarta. Já, nei, það hvílir svo sem yfirleitt ekkert á mér þegar ég er, sko maður veit ekki, sko ok, hvernig má maður að nálgast þetta? Bara klárum þetta með T4. Já. Fyrir fólk sem veit í rauninni ekkert þetta, þá er þetta stórt mál. Já. Og ég man alveg þegar við vorum að ræða þetta fyrst fyrir einhverjum árum, að manstu þegar við ræddum þetta fyrst, þá hafðir þú ekki heyrt þetta. Það getur verið. Og svo fljótlega eftir það var einhver sem sendiði bókina og allt það og ég skil vel að fyrir einhvern sem, þú veist, en fyrir mér þá er þetta, já, ég vissi þetta fyrir 40 árum, búin að lesa bókina 2 svar og alls konar annað, þannig að, þú veist, hvar er maður staddur, þú veist, þú verður kannski að tala stundum, ok, ég gerði vídeo 1,5 tíma í morgun, að því ég var að reyna að skilgreina eitt atriði sem er svo djúpt að það tekur fyrir eitthvað sem hefur aldrei pælt í því, hann bara, don't bother. Byrjaði á arkífunum mínu fyrir 7 árum. Byrjaði þar. Tölum saman eftir 2 ár. Bara, þú veist, sorry, you're not there yet. Þetta er ekki meint að hróka, heldur bara, þú veist, þú ert komin ákveðna vegferð. Þú stundir sagt þetta sjálfur með þín, já. Nú margar þetta fólki með háskólapróf. Já, sko, það er einmitt það, maður, sko, það er margir einmitt í þessum svo kallaða vaknaða geira sem eru svolítið hissa á því hvað mikið af velmenntuðu fólki sem skilur bara ekki neitt fyrir utan bókina sem það er heila fyrir. Já, háskólan er fullur að heimta fólki. Men ég sá okkur að, þú veist, og maður sér stundum bæði frá almenningi og akademísku fólki stundum koma athugasemdir og fullyrðingar og ætlanir sem eru bara, heyrðu, á hvaða plánet ertu, þú veist, á hvaða plánet ertu. Þannig að, en manni, þú veist, ef við líka fundið sko síðustu árin, ef við fyrir 10 ára aftur í tíma til 2010, hvað hefur umræðan breyst á 10 árum? Já. Mér finnst ég sjá 2 hluti svona svolítið, sko, annars vegar er að þeir sem eru svona, það sem ég myndi kalla meitlað fólk. Já. Mér finnst það vera orðið meira abstrakt, meira absúrt. En á sama tíma sé ég að það eru fleiri í dag sem eru svona quote unquote vaknaðir. Já. En á sama tíma finnst mér margt hjá því fólki vera alveg eins og hjá sofandi genginu. Eins og þú veist, ég tala mikið þetta. Já. Og en samt sem áður sé ég eins og til þess þegar, þú veist, eins og sjá til þess með þessar skotarás núna, þessar 3 sviðsettu skotarásir, allir sem ég sé á netinu segja bara, heyrðu, þetta er bara sviðsett. Það bara er enginn að taka mark á þessu, en svo ferðu kannski í pottan og heyri fólk sem horfir bara á Kastli og svo, já, heyrðu, þetta er bara alvarlegt mál að komin skotarás af terrorismi á Íslandi. Já. Og maður spyr bara, þú veist, er fólk að kaupa þetta? Já, ertu minn í álgi raskatinu líka, þú veist. Þetta grínast þegar fólk að kaupa þetta. Já, maður séð það á sumum athugasemdum, sko.
segja árásina í garð Dags vera þá alvarlegustu í Íslandssögunni. Það nú bara fyndnast að eru þeir búin að gleyma þegar þeir aflífuðu íslenskan borgara í Hraunbænum? Já, það er bara standard procedure, sko. Við erum búin að sjá svo margt og upplifa svo margt, lesa svo margt og reka okkur á svo margan kjánaskapin. Svo líka lendir maður einmitt í þessu til og með sko ring, já, heyrðu, ég vaknaður, ég var að fatta þetta samsæri, já, ok, hver ert þú? Heyrðu, talaðu við mig eftir svona 3,5 ár, ok, bye. Já. En það reyndar fleiri sem eru raunverulega að vakna, það finnst mér mjög jákvætt, sko. Ég veit ekkert hvað það merkir, ég trúi ekki á það hugtak lengur. Já, það fyrir mér, það fólk sem hefur smá strúktúr, getur komið skoðinu sínu frá sér og svona oftast á réttum slóðum með það sem það að segja. Já, ég veit ekki hvað eru réttar slóðir. Það bara eitthvað svona elítu hugtak sem ég skil ekki. Já. Ég skil ekki hugtak eins og vaknaður eða sannleikur. Ég sé engan mun á því og meginstraumnum. Ég náttúrulega lýst því að sannleikurinn hóks, sko. Já, en þú ert samt mjög heillaður af þeirri hugmynd hvort að þú getur vakið eitthvað fólk eða fengið eitthvað til þess að vera á einhverjum réttum skoðunum. Já. Þú varst að segja það. Já, ég hef aldrei sagt að ég ætla að vekja fólk til einhvers sannleika. Það ekki verkefni hjá mér, sko. Þú mátt ekki taka þetta sem gagnrýni. Ég geri það ekki. Ég segja, ok. Tekið ekki þannig. Þú veist, þó að ég sé komin á þann stað að ég veit ekki hvað sannleikur eða vera vaknaður eða, þú veist, að ég ekkit endilega til eftirbreytni, sko. Nei, þeir voru nú spámennir flestir út í eyðimörk að geta engisbrektur, sko. Það nú ekki mikið að sækja þar, sko, í lífstílsmálum, sko. En já, það sko, þetta skotárásamál í mínum huga ákveðin tegund af örvæntingu, sko. Sammála því. Þetta fullkomlega sviðsett, sko. Og einn aðalkallinn í stjórninni hjá borgarstjóra var náttúrulega lögguhaugur, sko, og svo flutti einn lögguhaugur sig í áráðsmiðstöðuna Skrúfjú og COVID.is rekið af ríkislögreglustjóra og þetta lið allt saman þjálfað í stríðsglæpum, sko, hjá NATO. Það sérðu skráningan á COVID.is. Það lögreglan, sko. Og það virðist enginn njóta neitt þetta, sko. Bara svona gárungar eitthvað við sem erum að tjekka á svona, sko. Já, maður búin að sjá svo margt af þessu tagi. Ég náttúrulega fylgist meira með umræðinu til dæmis eins og í Bandaríkjunum heldur en hér. Já. Og þar sé ég mjög marga vera einmitt að ræða sko, hugtakið civil liberties og freedoms og eiga þá við það sama svolítið. Það svona smá stigsmunur á þegar þú talar freedom eða civil liberties. Og nú það þannig með mig að ég þekki svolítið vel menningar orðræðina í gegnum síðustu sem 4 aldir, 3,5–4 aldir þetta fyrirbæri. Og ekki síst á líka sko hrein stríðsátök 20. aldarinnar þessa hluti. Og ég að horfa á hvernig fólk bregst við þessari orðræðu
hvernig það fólk til dæmis sem heitir hérna almenni borgari, að þessi fyrirbæri, bara þetta umræðefni, fer inn annað út hitt hjá nánast öllu fólki. Og hér erum við ekki að tala einhverja samsæriskenningar. Við erum ekki að tala það hvort þú trúir að það sé chemtrail ekki, eða hvort það sé flöt jörð eða ekki, eða hver sprengdi Tvíburaturnana 2001. Já. 9/11. Við erum ekki að tala einhver svona kontroversial skoðanir, við erum að tala undirstöðu þíns lífs sem frjálsborinn einstaklingur á móður jörð, hvort sem hún flöt eða natótt. Og allt í einu þá kemur í ljós að sú elita sem stjórnar heiminum í dag, sem eru sósíalista elita, frá 1920, akkurat núna í 100 ár, ákveðin tegund stjórnmálafólks og intelligensju eða akademisks fólks búin að taka völdin yfir þjóðfélögunum og menningafélögunum. Það bara óumdeilanlegt og hvort sem okkur líkar að betur að vera. Og þessi elita hefur alið okkur á því í 100 ár, sem eru 2,5 kynslóð, að okkar menningarheimur og okkar borgaralegi heimur, okkur lagalegi heimur, okkur menntaheimur hvíli á okkur grundvallar sjónarmiðum. Núna á einu rúma ári þessi sama elita búin að sanna fyrir öllu fólki að allt sem hún hefur sagt heiminn, okkur og sjálfa sig kjaftaði. Það sannað. Fólk sem ætlar að segja nei, það ekki ekki að þér, það bara ekki með í umræðinni. Og það hefur ekki hundsvit og neinni menningar umræðu Vesturlanda, eins og við köllum það, síðustu 4 aldir, ekki neitt skilning á því. Og í rauninni að segja, mér skít sama, meðan ég get keypt gallabuxur og flatskjá. Og hér erum við ekki að tala neina samsæriskenningar. Við fólk eins og ég og þú og margir aðrir í heiminum höfum verið að ræða þessa hluti í rauninni mörg ár. Jú, mörg okkar hafa rætt samsæriskenningar. Þú hefur sett samsæriskenningar svona skjaldarmerki þitt og trúmálin skjaldarmerki mitt, en á baku skjaldarmerkið erum við að ræða allar hugmyndir, allar skoðanir, allar pælingar. Já. Og í mörg ár stór hópur af fólki, svona 4-5 manneskjur. Stór hópur, já. Að búin að vera að ræða þessa hluti og skilgreina þetta. Og komast að þeim niðurstöðum að við séum komin á ákveðin stað menningarlega. 1919 vorum við löngu búin að sjá hver staðan En 2020 kemur bara elitan og segir já, þetta allt rétt. Þetta ekki bara eins og þeir hafa verið að greina. Þetta miklu verra. Já. En ég ætla að sýna að þú nefndir samsæriskenningar. Hérna mjög áhugaverð skýrsla frá Alaska sem var fjármagnað af Architect og Engineers. Og hérna bara að downloada reportinu og sjá þetta alveg nákvæmlega brotið niður verkfræðilega og niðurstaðan að þetta var controlled demolition. Ég svona að gefa Sunnu annan séns. Má ég víkja frá í 5 mínútur? Já. Við ættum ekki að þurfa meira. Ég ætla þá að gera lífstúdíó meðan. Ok. Já. Af því hún að ýlra fyrir aftan mig og ég veit ekki hvort það heyrist. Það þýðir að hún ætti ekki að þurfa meira en 5 mínútur úti. Já, ok. Ok. Nei, þú þarft ekki að lífa neitt. Bara ok. Ég mjúta. Já, þá ekki byrkt allt á skjánum, þú veist, ok. Já, það bara sóló hjá mér þá. En hérna, það einhver áhorfendur núna.
og þessi skýrsla hérna er mjög áhugaverð þar sem að þessi bygging fjall bara í frjálsu falli á 2,5 sekúnda. Bara á nokkrum sekúndum hrynur þetta. Og hérna er skýrslan. Og þetta er vísindaleg greining á burðarþoli og fleiri slíkt. Og það er sem sagt vísindalega sannað að það sem ég er búin að vera að segja í mjög langan tíma er rétt. Og allt sem að fjölmiðlunar hafa verið að segja er rangt. Og allt sem gerðist nákvæmlega. Og það er sem sagt sannað að já, ég skal setja link í description. Setta inn í chat, bara að það er sem sagt vísindalega sannað að þetta var hoax. Það voru stjórnvöld sem tóku niður þessa byggingu eins og ég hef sagt í mörg ár. Og þá er væntanlega ekki langt að bíða að það verði sett á lög á Íslandi, það sem verður sett í hegningarlögin, að það ef þú hafnar eða afneitar því sem að stjórnvöld segja, þá má dæma því í fangelsi og sekt. Og þau eru nefnilega ekkert upptekin af raunveruleikanum, það pakk. Já, sjáu ekki það sem ég er að sýna ykkur fyrir ekki. Hérna er þetta fyrir ekki, þetta var nú langt eintöl. Já, ég ætla ekki að mæla sögluna núna. Hérna er farið alveg í smá atriðum yfir þetta. 125 blaðsíður af vísindaefni. Þetta eru á þessu hóksi voru þúsundir ef ekki milljónir manneskja drepnar, lönd hreinlega eyðilögð og allt byggt á lý. Það var sett þetta Patriot Act í Bandaríkjunum sem byggir þá semst á sömu lý. Niðurstaðan er að þetta fjall viðstöðulaust sem er ekki hægt nema með demolition búnaði, sko. Eðlisfræðilegur ómöguleiki. Sælmeistari. Hæ. Við erum að lesa skýrsluna. Ég er búinn, litli aktivistinn minn, hún veit hvernig þetta virkar, sko. Já, ég er með svo góða konu, það þarf ekki að sinna. Hún sér öll heim, sko. Já, við vorum búin að fara út 2 ára milli 7 og 8, sko. Hún gleymdi sér alltaf á þetta til. Þetta er bara sána, sko. Ég var að koma úr sána. Já, það er þess að vísindalega sannað að turnarnir voru sprengtir niður. Allavega turn 7.
og á því byggja stríðin, ólögleg stríð út í 7 lönd, Írak, Afganistan, Líbía, Sómalía og svo Sýrland. Súdan að hluta Já. á búta í sundur. Öll þessi stríð byggja á lygi og ólögmætum tilefnum. Já. Þetta eins og að skjóta sig í fótinn og drepa svo eitthvað í sjálfsvörn. Og það er mjög mikilvægt að í þessu ljósi við þurfum átt okkur á og hinn almenni maður sko það er þetta disassociation fyrirbæri. Já, það er rosalega. Við hinn venjulegi borgari á Vesturlöndum sem býr í NATO-ríki, já, nei, þetta kemur mér ekkert við. Þetta var bara einhver skuggaelita, sko. Nei, þetta þú. Já, fólk fær ákveðna tegunda taugafalli, sko. Nei, þú ert alltaf þú mátt ekki réttlæta fólk. Fólk er samsagt. Já, það er sko, ef að það er líka kallað disassociation til dæmis þegar að þú elst upp hjá okkur og foreldrum og þú trúið því bara þetta sé himnaríki, sko, svo kemst að því að þau voru opaslega vond við því, sko. Og þá er það sagt það, sko, það er ekkert í lagi bara að slá þig utan þetta 2 á dag, sko. Það er nú svona almennt séð ekki í lagi, sko. Og það er ekkert í lagi að niðurlægja þau með orðum á hverjum einasta degi. Skilur, en þú sem barn venst þessu og ert samdaunað þessu og sérð ekki að þetta er ekki í lagi, sko. Svo ferðu kannski í einhverja meðferð eða eitthvað eða nærða að vinnað úti og þá sérðu þetta svona utanfrá, sko. Þetta var ekkert í lagi. Fólki sem ég elskaði er bara ekkert fólk sem er í lagi og kom illa frá við mig, sko. Við höfum sennilega báðið tekið þetta út á okkar fjölskyldum, sko. Algjörlega, já, ég þekki þetta alveg. Og það er raun... Og mér langar líka að bæta við einu sem er líka mjög gott að skjóta inn. Ég veit ekki hvort það er relevant, en þegar ég fór til að vinna í skógræktinni þá var ég umgangast fólk sem var gott við mann. Já. Maður höndlaði það allar, sko. Já, þú reiður út í það fólk, sko. Reyndar ekki í þessu tilfelli, en það tók mig langan tíma átta mig á því hins vegar kannski í persónulegum samböndum síðan meira að það var eitthvað að henni ef hún beitti mann ekki kúl. Já, en svo þarftu á einhverjum tímapunkti að horfa á raunveruleikann, sko. Og þá er eitt af einkennunum í þessu að þú ert reiður við hann sem er að hjálpa þér að horfast í augu raunveruleikann, sko. Og við náttúrulega höfum báður reynsla því að menn gusa svona yfir mann, sko. Og já, það er nefnilega, já. Þá veit maður að það fólk er að gangi gegnum þetta ástand, sko, disassociation. Já, það er partur af þessu, en það er líka þetta, sko, að ef þú ert já, eins og þú segir, sko, þú ert kannski þarna einhver starf sem fólk er gott við og þú verður reiður út í það því að þú yfirfærir út á það, sko. Þú ert í rauninni að koma, þú ert að vissanátt að sýna því fyrirlitningu að það skuli ekki koma rétt fram við þig, eins og þú átt skilið, eða heldur þú eigið skilið, sko. Og þú ert líka að reyna að þröngva þeim til þess að koma þannig fram við þig, sko. Já, og meðan þau gera það ekki, þá sýnir þú þeim fyrirlitningu, sko. Ég held að þetta sé reyndar frekar, sko, allavega tekið það meira þannig. Þetta er þegar einhver bendið er á að heimsmyndin þín og tengslænitin eru öll byggð á lygi, sko. Þetta er ekki, sko, þóttu farið í hópa góðu fólki, sko. Þá bara fyrir að skrítið, sko. En það er ekki fyrir að benda þér á, sko, heyrðu, sjáðu, þetta er ekki eðlilegt, sko. Ég skil hvað Það því að, sko, fólk getur talað við mig tímunum saman, sko, og það reiðist enginn og það er allir bara hamingjusamir. Þá ætla ég að fara að benda þeim á, sko. 9/11 var sprengt niður með dínamítsprengi sem voru og hérna, með thermite sem var sett í turnana, sko. Og Pentagon var ráðist á með eldflaug, sko.
og þá svona og þá einmitt þetta svona, já, þetta nú bara eitthvað samsæriskenningar sko, en síðan ef að fólk fer með manni alla leið þá náttúrulega sér eins og þessa skýrslu sko, þá verður það óbæðslega reitt út í mig sko, já, helvíti samsæringar sko, bara ertu ekki með álhatt og það bara gerist reglulega sko. Ég sé ekki eins mikið af þessu eins og ég sá fyrir bara 5 árum. Mér finnst margt hvað þessu ekki mér hafa breyst. Ég held að við fjölga svolítið fólki úti í samfélaginu sem að tala alls konar hluti og bera saman bækur sinna alls konar hluti og mér finnst þetta mildara sko. Svo þetta líka spurningu að ég veit ekki með þig en ég allan að finna mig sjálf mig sko, að það svona það eykst lesningin og fækkar skýrslettunum en það ekkert endilega farið en svo sér maður líka í leiðinni að það eru eykur líkurnar á því að einhverju þjóðfélagsverkfræðingar fari að draga þig út úr hólinni sko, út úr greninu, minkagreninu. Svo þeir geti hoggjaði skottið og selta á hrefstjórunum sko. Það held ég að sé svolítið bara eins og þú veist að vera bara einhver úlingar í partíu skilur og svo að tala við einhvern og þú brýtur niður heimsmyndina í partíinu og viðkomandi sér að búa við fáránleika sko. Þá það bara einhver svona partí og þá kannski kýlar einhvern utanundir fyrir hvort að tala svona illa mömmu eða pappa eða eitthvað skilur og þannig var það kannski meira upphæfi, maður var svona meira amatör sko, en hún hefur orðið svona meira kannski eins og sálfræðingurinn sko, þannig að hún fagmaður í þessu sko, hann, það er svona búið að taka alla oddkvassa nýfa úr eða áhöld úr samtalsrúminu og mikið af púðum og svona, það er svona þetta ekki alveg eins og á fylleríðispartíi sko á Trúnó sko. Þetta er orðið meira struktúrerað og ég held að það sé munurinn sko, að þegar menn koma að mér eða þér í dag þá er þetta meira struktúrerað og sko svo líka náttúrulega vera opaslega auðvelt núna segja maður já, þetta spá þessu eins og þú sagðir áðan, hérna er linkur á Frelsi TV og talaði með þetta 2 ár sko. Já, svona kannski við hrókið en maður og þetta er ekki meint kannski hrókavild, þetta er meira svona að þú ert að pæla í dag í hlutum sem eru bara komnir í annan gráðubúa. Já. Þú veist, og það er takmark á hvað hún ennir að, já. Við reyndar okkur að leiðast bara, það er bara leiðilegt sko. En það er náttúrulega eitthvað nýtt, það er þetta Davos dæmi. Ég hef ekkert verið að fylgjast með því. Ég sá bara það sem Putin sagði. Já. Hérna er bara verið að ákveða framtíð Ísland sko. Já. Og maður, sko, og það er einmitt þessi gráðubóið, þú veist, ég til þess, það var tímabil þar sem að ég fylgdist með Davos umræðunum upp úr hverjum áramótum í 2-3 ár. Já. Og var ekki búin að átta mig á því hvað þetta var. Það var ekki... Þetta er náttúrulega Bilderberg sko, þeir voru, þetta er fundurinn sem var í Bilderberg sko einu svona ári og nú Fauci mætir bara, sætlublessaður. Að þetta er Bilderbergin, þetta er Bilderberg fundur sko. Og Bilderberg er bara orðið eitthvað djók núna sko. Það er ekkert upp úr því að hafa neitt meira sko. Þetta er bara dauð síða og ég veit ekki hvort þeir hittast eitthvað einu svona árið eitthvað sko. En þetta er bara dáið sko. Eftir að við böstuðum það sko. En þeir fluttu sig yfir í Davos sko og gera þetta fyrir opnum tjöldum núna sko. Já. Og þetta eru þessi globalistar sko. Þetta er globalista slórið sko. Og við borgum í þetta allt saman sko. Alveg skriljónur og skriljónur ofan sko.
Þetta alveg skelfilegt, sko. En það ekki Putin hérna. Jú, hérna er það. Putin. En af hverju hann hérna? Hvað það? Og Xi Jinping hérna bara efstur. Þetta liði ekki alltaf að fara í stríð hvert þannig? Var það ekki alveg að gerast bara eftir 80 á morgun? Hvaða miskilningur það? Hérna Kína, India, Japan, Frakkland, Þýskaland, Evrópusambandið, Kórea, Rússland, Argentína, Suður-Afrika, Spánn, Sviss, Kólumbía, Kosta Ríka, Ghana, Grikkland, Ísrael. En sérðu hver ekki hérna? Nei. Hvernig vantar hérna í Head of State? Ef þú ert að hugsa einhvern íslenskt Head of State þá skiptir hann einhver máli. Ég að tala svolítið stóran. Ertu að tala Biden? Já, Bandaríkin. Þau ekki á lista. Nei. En Fauci, hann forseti Bandaríkjanna hérna. Já, hann í sko NGO, sko. Ja, hann stjórnar Bandaríkjunum í dag og hann með 3-föld eða 4-föld laun á Bandaríkjaforseta. Já, þá ætti hann að vera hér, sko. Þannig að Bandaríkin ekki lengur til. Þau eru bara grín. Já, ég var bara að taka eftir þessu núna, sko. Já. Mér finnst þetta svolítið merkilegt, sko. Já, það að ganga sögur núna að hérna einhver fugl hjá okkur sem ég nenni ekki að svara þessu, sko. Samt að sýna þetta. Þetta bara, þú veist, við vorum að ræða þessa fyrir 2-3 mánuðum. Farðu í síðustu eða fyrstu djúpköfun, þar þetta rætt. Ja. Case closed. Og þetta var reglulega rætt á árunum 2015 og 16 djúpköfunum. Farðu bara í gegnum þau. Veist, tölum þar saman svo eftir 3 ár. Það voru búin að svara White Steve Harvey. Þetta eru stóra fréttir. Þetta áhugavert, þetta eftirtektarvert. Já, það var hérna skjal sem að þau voru víst að finna sem að hérna gjaldþrotaskipta beiðni á US Corp, sko. US Corporation sem hérna sem með skráð heimilisfang í hérna City of London. Já, þetta nú ekki alveg rétt, sko. Þetta US Corporation. Við bankrupt. Segðu mér nú hvað ángraði, Karli minn? Nei, ég ætlaði bara að sjá þetta skjal, ég sé svolítið hérna. Þetta var hérna hjá honum vini mínum hérna. Það var hérna hjá honum vini mínum í Health Ranger. Sjá hvort ég finn hérna. Ég ekki að fara neitt, ég fæ mig bara að reykja og svona. Ég ekki að fara neitt heldur, sko. Welcome to Brighteon. Welcome to Brighteon. Já, þessu gaur. Já. David Knight var að gaggrina hann fyrir hliðvörslu, alveg bara mega hliðvörslu. Hvað heitir hann aftur? Mike Adams. Mike Adams. Já. Flottu gaur, sko, hann búin að vera mjög duglegur í gennum árin.
Já. Ég veit að þú fylgst með honum, ég fylgist ekkert með honum sko. Natural Health News það ekki? Jú, það er mjög auðvelt sko, hann er með bara eina einfalda agenda sko, það er svolítið CIA tengt sko. Það eru allir hliðir þannig. Já, en hann dömpar alveg rosalega mikið á góðum upplýsingum sko. Já, ég er ekki, þú veist, það er ekkert. Either male or female. Where were you on January 6th, buddy? American people really can't. And I say this, the only Nei, það er hún bíleiti vinkona mín. Já. Og ég er svo skotin í henni. Þú ert skotin í öllu. Já, ég er svo, orðið svo mjúkur. Já, hérna. Þetta er skjalið. Donald J. Trump, sko. Eitthvað alveg myndið þessu. Sko, það er oft sem ég heyri eitthvað svona og svo ger ég ekkert með það, sko. Já. Ég læti Að safna punktum. Já, og svo eins og núna fer ég inn á Davos og þá bara byrju, það er engin Ameríka hér. Það getur reyndar átt sér eðlilega skýringar, sko. Já, algjörlega, sko. Það getur vel verið til dæmis að listin hafi verið settur upp á meðan það var ekki ljóst hvað gerðist í Washington, sko. Bara sem dæmi, sko, ég sé að pæla þetta í því, sko. Algjörlega. Hérna pröfum Bankrupt United States. Það nú ekki líka það sem Catherine Austin Fitts er alltaf að tala um? What happened to the lost trillions? The secret budget, the black budget. En það var líka annað. Ég man ekki í hvað þætti það var sem Catherine Austin Fitts var. Hvort það var einhvern tíma núna í vetur að hún var í viðtali með einhverjum, gæti hafa verið með RFK. Man ekki alveg hvar það var, en hún fór svolítið ofan í hérna, þegar hún var að vinna hérna hjá húsnæðisstofnuninni í Bandaríkjunum. Já, einmitt. Þá fór hún að lýsa því sko hvernig að þú varst að vinna og þú baðst síðan einhverja deild sem sá gagnageymslu fyrir ráðuneytið og sagði, mér vantar hérna upplýsingar, bara fyrir spurtan gagnagurinn og fékkstu bara ekki upplýsingar. Já. Og ef þú fórst bara í krafti þíns embættis að hamra á því og fengir upplýsingarnar sem að fólk var þarna að fá borgað fyrir að hýsa fyrir þig, þá bara sagði það bara nei, þú farið ekki þessar upplýsingar. Og hún var að hún var að hvað er að ángra þig, elsku hjartans kallið minn? Að Súsa Glæpur, hún var spurð kostnaðinn við COVID og hún sagði bara nei. Mér sé alþingismaður að spyrja hana, sko. Sama þú varst að segja með Katrínu, sko. Ég ætlaði bara að skjóta þessu svona inn en það tók mikið pláss. Já, nei, ég er að reyna að fá þig ég er að reyna að komast í gegnum lagskiptingarnar. Já. Svo að þér líða eins betur. Mér líður mjög, sko. Þú verður miklu ekki gangi, sko. Einhverja samsæðiskenningar. Erðu ég með eitthvað issue? Ég þarf, núna þarf ég á sófan, sko. Elsku góði Axel, ég er með eitthvað komplex. Já, það er það. En hún fór líka þarna út í annað. Hún fór að segja, sko, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig hún lýsti þessu. En hún fór að tala með budgeting. Hvernig stofnanirnar voru fjármagnaðar, hvaða fjármagnar fengi og hvert fjármagnið færi. Og hún lýsti þessu, ég þarf bara að finna þetta aftur, þú veist, fara í gegnum allt sem ég hef hlustað á með henni undanfarið ár. Til að finna þetta aftur, mjög líklega á ég þetta niðurhala. Að hún vildi meina sko í ráðuneytin og stofnanirnar, það ráða engu. Já. Það eru alltaf einhverjir á bakvið þau sem ráða peningunum, ráða upplýsingunum og hreinlega bara gefa fyrirskipanir. Ráðuneytisstjóri, þú bara gerir, eða stofnanarstjóri, eða, þú veist, og hún alveg eins geta sagt, sko, Dr. Fauci ræður engu, hann gerir nákvæmlega það sem hún með fyrirskipað og þú mynd aldrei finna út hver fyrirskipar honum. Það er basically það sem hún var að segja. Með allt kerfið því svo að leggur sig. Já, hún náttúrulega að tala sko að þetta eitt stór skipuleg glæpastarfsemi, sko. Og
og þeir séu bara, veist, já, þetta sé bara criminal operation, sko. En það gæti að verið í sama viðtali og það var einmitt held ég með RFK. Nei, með Alex Jones held ég. Hún var í viðtali á Infowars einhvern tímann í haust. Alveg 40 mínúna góðu viðtali. Já. Hún segir, sko, minnist á Pennsylvania, þar sem Philadelphia þar sem í rauninni aðal stjórnkerfið að sumra mati. Þar sem það byrjaði, Philadelphia þar sem Bandaríkin fæddust, sko. Og það er svo mikið stofnanabatteri þar og mikið af valdaþráðum þar og gömlum fjölskyldum, old money, að hún var að tala sko, það svo mikið líka af því sem við myndum kalla leynifélög. En hún myndist aðeins á það annað fullt af leynifélögum sem stjórnar konar hlutum og það getur verið erfitt að grafa upp hver þau en svo bara skipta umræðinni. Og ég hef tekið eftir í meðana eins og þegar hún minnist á BlackRock og Vanguard, hún passar að minnast á þetta ykkur staðar, en svo skiptir hún bara umræðinni. Hún svolítið snillingur í þessu að segja, heyrðu, hérna ég að tala hluti og útskýra fyrir þér hvernig þeórían virkar, að hluta til hvernig þú getur síðan séð praktíkin á því, minnir síðan á, droppar hérna einhverju og skiptir svo umræðinni. Þannig hún passa sig að skauta á ísbrúninni. Já. Af því hún veit alveg hvað það þýðir ef hún fer oft djúpt, því að þessi kona veit miklu meira heldur en það sem hún að segja frá. Hún núna í felum í Hollandi, sko. Já, og svo hún með eitthvað fína útskýring á því okkur hún í Hollandi. Já, hún er klár, sko. Hún engin kjáni, þessi. Já, hún mjög flott. Já, ég fann þetta hérna loksins, á case-númerinu. Ok. Að eigendafélag Bandaríkjanna sé gjaldþrota. Á hvaða vefsíðu þetta? Það var bara eitthvað sem ég fann hérna. Ég skal setja linkin hérna. Það var bannað að setja þetta á Facebook. Ljótar og gleyma það allt bannað. Þú eitthvað heyrt af síðustu vídeónu mínum? Já, öll nema það síðasta. Ég var komin 15 mínútur inn í. Sko, ég búin að vera að varpa við þeirri kenningu að það sé verið að sviðsetja þetta World Economic Order til þess að fá fólk til þess að streitast gegn því í þeirri vonum að koma á öðru systemi sem við erum ekki farin að fatta. Sko, það náttúrulega brikkið að koma, sko. Já. Og ég bara ennþá að jafna mig á þessu hérna, sko. Þetta alveg ótrúlegt, sko. Ok, segjum að þetta sé ekki gert viljandi, þetta sé bara óvart. Nei, þú veist, leið mér að klára fucking þeóríuna. Þannig að nei, páfi. já. Ok. Bring it on. Nei, ekkert gaman lengur, ég bara fyrir fílu. Nei, ekki svona viðkvæmur, sko. Ok, allt í lagi. En segjum að þetta séu bara einhver mannleg mistök, þetta verið óvart. Það sé vefstjórinn hjá Davos ég get alveg búin að fatta þetta. Bara, þú veist, þetta akkurat núna, þú veist. Það voru búin að laga þetta á morgun, þú veist. Þeir voru bara ekki búin að fatta það. Þú veist, það að Davos WEF sé ekki til að lýsa einhverju yfir Bandaríkin, en það sé bara svona óvart. En það breytir því ekki, hvort sem þetta viljandi gert eða óvart. Sjáðu, ég sá alveg fyrir negið þetta, sko. Þá breytir það ekki að hvort sem það er sem sagt óvart, þó staðfesting frá englunum, eða viljandi gert, að það er verið að staðfesta að Bandaríkin eru hrunin, þau eru búin að vera. Já. Í þessu samhengi, sko. Í þessu samhengi, já. Að ég og þú getum hér sagt, sjáðu, Davos búið að viðurkenna, búið án þess að lýsa því yfir, sína Bandaríkin þegar finnist. Þau eru búin að vera. Já, sko, reyndar að tala að sem sagt að herkvíin sé
Alla girðingarnar snúa inn sko en ekki út sko. Já, við getum síðan farið dýpra ofan í greiningarnar. Þú veist, og þá getur verið gott að pæla í, sko, mér finnst svo gaman að reyna að finna út býtu hvar aðalatrið á þessu. Já, ég Hvar tel að vera að það séu gildandi herlög núna og þetta skrifað sko 4. maí sem. Og herinn hafi í raun tekið völd þarna. Og þú sér það sko, Biden var innvígður korter fyrir að Trump hætti sem þýðir að innvígslan ólögmætt sko. Og þeir þurftu að gera aftur þarna hjá Obama sko til þess að gera það lögmætt. En það var ekkert gert aftur hjá Biden sko. Og svo situr hann bara og skrifar einhverja 40 executive order svona, eða einhverja skipanir á bara 2 dögum sem aldrei gerst áður sko. Má ég koma einni athugasemd við það? Já. Taktu eftir sko óháð því hvað hann búinn að skrifa margar. Að tölurnar sem hafa verið markaðsettar skipta máli, vegna þess að þær eru brennimerktar eða branded. Það annars hefur búið að gera branding á 33 executive order og svo á 40. Og það 40? Já, það nýjasta talan sem branded er 40. Ok. Og þar áður var 33. Já, og börsi þannig að sko þannig eru meiklarar að gefa skilaboð, en það er áhugavert þegar þeir gefa svona tvennar skilaboð, því að það er mjög sjaldgæft að meiklarar nota 40, því að þeir vita að ég svolítið á það, ég á þá tölu. Ekki ég heldur þeir sem eru mest í djúp eingyðistrú. En þeir nota það samt stundum sko, og ég veit ekki endilega hvað það merkir í þessu samhengi sko. Ég vildi bara svona segja, heyrðu, það er hugsanlegt að þarna sé verið að gefa einhver skilaboð sko, sem að bara semiológjar fatta. Já. Við erum ekkert orðnir endilega semiológjar, við sjáum semiológjuna þegar hún gerist, en veist, ég sé oft fullt af hlutum, já þetta er tákn, þannig tákn, já þannig tákn, en ég veit ekki endilega hvað það merkir. Já. En kenningin er sem sagt að herinn sé búin að taka völdin. Þetta eru svona merkin sem menn er að tala um, það er sem sagt innvígslan var ólögmætt á vitlausum tíma. 3 hæstaréttardómar mætti ekki, Trump mætti ekki. Úr það 3 hæstaréttardómar, já. Já, 3 sem mætti ekki. Það er ennþá opinberlega talað um 20.000 hermenn, en ég hef heyrt tölur upp í 100.000 hermenn. Ég var búin að heyra töluna 40-50.000. Já, en á svæðinu skilst mér að séu 100.000, að hátt í 100.000 hermenn. Já. Og það er búið að opna fyrir allar, sem sagt, eldflaugavarnir og orrustuþotur með að beita sér þarna yfir. Það er búið að opna bara all military dæmið, sko. Michael Flynn er í embætti, sko. Það maður náður. Já, í samkvæmt þessari kenningu, þá sem sagt Trump í svona skuggaembætti. Já, þess að það verður að tala um að Biden sé, þetta sé stríðið á milli glóbalistana og stjórnarskrá sinna Bandaríkjanna, sko. Já, ég skil. Og þeir eru raun að gera það sem að Erdogan gerði, sko. Já, ég skil. Þeir eru raun að nota bara módeli frá Erdogan. Já, þetta er það saman vorum að tala um. Draga minkinn út úr hólinu svo setja högg á honum hessin. Algjörlega. Og það er, þessi, ég hef ekkert nefnt að fylgjast mig, en ekki að hlusta á þessa steipum að þeir, oh my god, eins og vídeo eru bara, og svo er þetta náttúrulega með allir konsul, allt sama, drullu pakkið, og ég bara get ekki. Og þú er duglegri við það heldur ég, Já, og ég nenni þessu, Þú nefnilega nefnir, það er fullt af hlutum sem ég bara, já, nei, ég veist, ég held ekki, Veist því þú sendir mér, já. Af því þú sendir mér link í dag
á ræðurnar nýju sóttvarnalögin Já. og ég náði að hlusta á fyrstu 40 mínútur held ég, þetta eru 4 tímar og sumt var reyndar mjög áhugavert og sumt var gjörsamlega bara eins og heyrðu, hvernig komst þú inn á þing? Já. Fólk verður að afsaka ekki sitt hérna pappir í nössuna. Þegar ég var krakki þá fekk ég blóðna sér bara sko í marga klukkutíma. Þannig að þetta Já, sumir eru með svona þönd í nefnum, fá blóðna sér mjög Einmitt. Ég er sérst einn af þeim sko. Já, þú ert einn af þeim. Já, ég er einn af þeim sko. Fannst þér ekki fínt dýböngi mitt þegar ég stilti þér upp sem hliðverði í vikunni? Ég minnst alltaf gaman. Mér finnst alltaf rosa gaman að ég er hluta af sögunni sko. Þú sérðu hvernig ég er eins og köttur í kringum heitan graut að reyna hvernig get ég dýbunga Karlinn, hvernig get ég vara þessu? Já, ég er ekkert pirraður á því sko. Ég veit það. En það er eitthvað misefnast, hingað þeim að ekki. Já, sko, ég verð að vera jafn snjall og þú sko. Ég verð að læra af meistaranum. Ég er fremstur meðal að kjánana eða ekki. 4. maí, 4.5. Býtu, þetta er afmælisdagurinn af mömmu maður. Ég held að hún sé 4. maí. Þetta er alltaf 45 sko. Það eru 9 og það eru 2020, það er 10, 11, 12, 13. Býtu, hann er 40.50 fórseti sko. Það er 9. Það er saman sko. Já. Ekki að skipta hennar máli, þeir hafa kannski sett í æru, bíðum bara hérna, bíðum fram að fjóða. Það hefur enga sögulega tenginga nema bara það er flott sko og þeir eru svolítið þannig sko. Já, það er líka það. Sum semiológi er bara, þú veist, er þarna bara show-off sko. Já. En skiptir þetta ykkur máli? Já, skiptir rosa, af því að núna koma stjórnarskrá sinnandir sko sem að eru svona svipuðum línum og við kannski þar sem við ég var að tala daginn hérna grunninn undir þjóðfélaginu sem er biblían sko og endurspeglast einfaldlega í krossinum á þjóðfánanum og það gerist alltaf reglulega að þjóðir missa sig sko og við tölum það síðast sko og ég talaði það svolítið við mína sem ég tala við að þeir ekki réttast að þínu kristnu bara færi aðeins til hliðar og meðan að Guð er að díla við þjóðirnar sko. Ég er svolítið á þeirri línu eins og þú veist. Já. Ég orðaði alltaf að vísa þetta en ég er svona búin að vera advokera þetta svolítið í vetur að hinn trúaði maður hann fari vonir reikningarnar og leiti að þeim lífsgildum sem virkja energíð hans og geri hann að öflugum broadcaster á sem sagt sko þessu deep frequency sem að ég er svo heillaður af. Já, ég held að þetta sé sko bara breyting í pólisíu sko að við vorum hérna í 10 ár tæplega eða rúmlega að greina ástandi sko að segja hvað er að gerast, hvernig er að gerast og hvers vegna og það er eiginlega búið, þess vegna eru við svolítið bara svona já, heyrðu, hvað nú? Þess að ég er bara hætt að vera samsæringur og orðin 12-sóari sko. Já. Búin að skipta haft sko. Ég tek alveg undir, já. Ég aðeins velti fyrir mér sko hvaða pólisíu þarf maður að setja þá í þessa vinnu okkar sko. Og í staðan fyrir að vera að róta upp og vekja og sýna og sanna, þá er eiginlega núna finnst mér meira bara að boða fagnaðarerindi sko. Einmitt. Og hérna, eins og þú hefur einmitt líka gert snilldarlega að tala sko iðrunna og fyrirgefningana og þetta sko. En ég held að svona alvöru pastorar fara að sjá þetta sko.
Það Ég sé- þarf ég- ekki meira sko. Ég sé örlítil merki að það eru fleiri byrjar að hugsa eftir svipuðum línum. Já, Að segja, hugleitu heimagarðin þinn, á hvaða lífsgildum þú byggir, farðu aðeins ofan í þau, styrktu þau. já, Og eins og mín pólicy þessi, þú ert ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvort þú ert að tala um þessa hluti eða ekki, því að ef þú ert að taka eins og þessi 4 element sem ég einblín á, þá hvort þið berðu vitnisburð. En partur af því líka sem að ég hef verið að gera undanfarin mánuð, af því að ég var svona svolítið, svona 2-3 vikur eftir áramótin að fókusa á elementin 4, svo fór ég þess að pæla í öðrum elementum, svona 1 þrepi ofar, svo ákvað ég að bakka frá því og fara bara aftur ofan í og horfða bara, ég ætla bara að vera með mínu orðræðu það sem að mér finnst áhugavert hverju sinni, reyna að kúpla mig sko að hafa samt þessi 4 element svona með þarna, koma þeim án þess að gera þau endilega aðalatriði, ég veit alveg að fólk kann að meta það og það skilur það alveg að maður að koma þessu bara með og hafa kannski ákveði kjöt á beinunum sko og minna svo að beinin þarna. En fór ég líka að upplifa nefnilega svolítið annað því ég fór að náttúrulega fara eftir þessum tilmælum mínum sjálfur og ég tók eftir því sem ég að vinna með þetta sjálfur að þá losna ég sjálfkrafa svolítið úr kúplingunni frá því sem COVID-dímonin vill að ég sé að horfa á. Ég missir unni sjálfkrafa svolítið fókusin á hvað þeir að gera með þessu sóttvarnalögum, hvað þeir að gera með þessum bólusetningum, hvað þeir að gera með þessu COVID, hvað með Biden og Trump og svona. Ég sé mjög fljótt hversu absúrt þetta en að fókus á hvað skiptir mig máli og á hvaða hátt hefur það snertiflöt við umhverfið í kringum mig. Og þar upplifi ég svona svolítið þetta exodus sem ég hef verið að tala um í mörg ár. Hvar þetta exodus ef það ekkert endilega eitthvað svona physical event, heldur meira kannski spiritual event, en samt bæði. Því eingyðistrúin svolítið á það búið að vera sko þema í eingyðistrúni frá dögum Móse. Ég get ekki fullyrt með eldra en það, en á dögum Móse var sko stóra íventið með Móse var hér þessi trú sönnuð. Þetta gerist hjá Elía líka. Hérna þetta bara sannað. Þetta gerist þarna hjá honum Gídeon. Þetta bara sannað. Þetta gerist hjá Daniel. Hérna bara sönnun. Og síðan kemur Jesú til dæmis. Það hérna bara sannað. Og þarna verður þetta stóra evrekamóment hjá mér síðustu helgi. Þegar ég allt í einu rifja upp þennan sprungna píramída. Ég var titrandi og skjálfandi bara einhverju svona djúpæsingi á eftir á bara taugakerfi og mér var bara skjálfandi í 48 tíma sko. Þegar ég bara fokk og ég var búin að vita af þessu í mörg ár en svo bara allt í einu heyrði manstu var bara eins og hvísla, manstu eftir þessu og bara fokk og þarna eins og ég náttúrulega verið að túlka þetta í þessari viku og þú örugglega tekið eftir þannig sönnun. En eins og alltaf með trúna, þú getur samt afneitað henni, þú getur hafnað henni. Og alveg eins og með COVID-19 bara sönnun á ákveðnu hugarástandi, á ákveðni dáleiðslu, á ákveðni múksefin, sem að ég náttúrulega túlka á minn hátt, sem fittar inn í mína heimsýn, og ég átta mig á því að það má líka setja, þetta bara huglægt mat hjá Guðjón. Já, ok, en vísindin þín eru líka huglægt mat. Þannig að maður svona horfir á þetta og sér já sko ef að mannkynið á framtíð það heil eilífð framundan og þessi elita sem stjórnar nútímanum og þessi hópur sem trúir þessari elitu ekki með í þeirri umræðu. Þau skilja ekki að það heil eilífð framundan og í þeirri eilífð eru möguleikarnir ótakmarkaðir. En ef þú fylgir elitunni eða ertu endalaust að glíma við reyna að fá þeirra elitusöfnuðin til þess að vakna eitthvað að þá ertu aftur sokkin einhvern veginn út í eitthvað kviksindi út í mýrinni. Já. Sem átt bara sensin á að þú veist hvernig þú höndlar kviksindi, þú
leggst flatur og syndir rólega frekar en að ströggla á móti því. Já, Og ég er svona kannski óbeitt líka bara svona að taka undir með því sem þú varst að segja að við erum að horfa á atburði líðandi stundar að horfa meira og býta, heyrðu, hvað get ég sagt eða bent á sem styrkir þig frekar heldur en að endurtaka byggingu 7 eða endurtaka Bank of Heavenly Father eða eitthvað svona dót, sko. já, einmitt. Veist, þú myndist það alltaf svo Bilderberg á þann Já, og ég sé alveg hvað þú átt við að Bilderberg færði sig beint eða óbeint yfir til Davos já, því þetta sama fólkið, þetta sama klíkan. Þetta er ekkert líka eins og ég var svolítið að gera issue fyrir 2 árum úr Eranos-klúbnum sem Jung er eignað Carl Gustav Jung en er í rauninni eldra fyrirbæri. En Eranos-klúbburinn var stofnaður af sömu fjölskyldu og stofnaði Bilderberg. Vegna þess að þessi hollenski prins sem er eignað að hafa stofnað Bilderberg, hann var að fara eftir forskrift frá, ég man ekki hvort það var mammans eða frængans. Og það var, henni er eignað að vera hvatinn bæði af Bilderberg Group og Eranos Group. Og þegar ég fattaði Eranos-hópin og fattaði fólkið í Eranos-hópnum og fattaði hversu mikið það fólk var búið að hafa svona Tavistock Institute áhrif á hugsanir fólks. Í gegnum háskólana, í gegnum listagreinana, þetta var svona eins og, það má líka eins og svolítið við svo hérna Frankfurt-skólinn annars vegar með svona ákveðna marxist subversjón á hugsanir fólks og hins vegar hérna Eranos-grúppurinn sem er að gera nákvæmlega það sama með öðrum áherslum. Og þetta er svona svipað eins og svo margir hafa verið að benda á varðandi Trump og Biden undanfarið að þetta eru bara 2 hendur á sama búk. Nákvæmlega það sama og við Íslendingar fengum bara vitnisburð frá elitunni, var það ekki haustið 2017 sem núverandi stjórn var stofnuð. Að þá þegar að Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir ganga í eina sæng, þá voru þeir ljóst að, svo sem hann nefnilega fullt af Vinstri grænum segja, já, okkar flokkur er bara undir hælnum á Sjálfstæðisflokknum. Svo fullt af sjálfstæðismönnum segja, já, okkar menn eru bara núna undir hælnum og Vinstri grænum, nei, þetta er sami flokkurinn. Já. Þau eru bæði kommunistar, þau bara sér hvort nafnið. Þetta er... Nei, og má ég bæta við áður en ég gleymi því, fyrirgeðu. Já. Og þá byrjar sko baunatalningin sem við lendum alltaf í hjá fólki. Nei, það er svona, nei, það er hins, nei, og það er ekki hægt að segja, heyrðu, byrju, hægt að horfa á þetta tré, ég má sína þér aðeins hérna skóginn, þú mátt fara aftur að trénu þínu og mig utan í það. Hvaða fólk er þú með umgangast eiginlega? Já, bara svona alls konar Íslendingar sem maður rekst á, maður fer í bæinn og reynir að velja tíma þar sem enginn er á ferli, svo maður getur bara keypt smók, keypt í matinn og forðað sér heim, svo rekst maður á eitthvað fólk. Já. Og svo kemur maður heim og næst sér í þvottapoka og svona stríkur af sér mengunina. Já. En hérna... Bilderberg var sem sagt fresta 2020. En mér langaði nefnilega að bæta við, sko, hvernig sá ég fyrst að Sjálfstæðisflokkurinn er kommúnistaflokkur. Það var samt ekki stjórnarmyndunin. Heldur þegar ég fattaði að Sjálfstæðisflokkurinn sem var búin að vera með í nánast hverju einustu stjórn síðustu 100 ár, stofnaði sovjast bjúrókrata á Íslandi. Þegar fólk var að byrja að fatta það fyrir 20 árum, þá komu þeir hérna upp með slókanið, hérna báknið burt. Á sama tíma tvöfölduðu þeir báknið. Þetta er kommúnistahefðun. Ég sé reyndar á Íslandi, sko, það er duglega fólkið og svo eru kanamellunar og Brussels hórunar, sko. Þetta er samsetningin á Íslandi. En það, 45% af generálunum voru handteknir. Þetta voru rosalega nærri lagi, sko. Vá, þetta voru stærri tala en ég hélt. Já. Og þetta var... En gaman. Varst það þú sem varst að tala um daginn, var það ekki að það var miklu meira af lífstíðarfangelsum heldur en aftökum? Jó, ég hjó eftir því. Mér finnst það mjög skrítið, sko, að þetta fólk sé ekki tekið að lífi. Það er Tyrkir eru töff. Ég talaði að vera mikil mistök.
Manstu eftir sjálfur þér fyrir 5 árum þegar þú varst Já, algjörlega á móti öllum aftökum. já, ég man alveg eftir því. En Ég segi bara no comment, ég held að þú sitt löngu búin að fatta hvernig ég er að hugsa þetta. já, ég sé ekki hvernig þú getur gert það, sko. Ég sé ekki lógíkin í því, sko. En þú veist heldur ekki hvernig ég er að hugsa þetta. Nei, ég veit ekki hvað þú ert að hugsa, sko. Frá mínum bæðindirum séð eru bara ákveðnar aðstæður þar sem aftökur eru leyfilegar. Já, mér finnst það bara alveg stór skrið, sko. Mér finnst það alveg stór skrið, sko, ef að þetta hefði verið, sko, í staðan fyrir 45, hefði þetta verið 55, sko, þá hefði þeir drepið alla hina, sko. Já. Sko ef öfgasósíalistarnir, kommunistarnir hefðu sigrað hana, Já, þá hefðu þeir bara verið fjöldaátök. já, Og mér langar líka að tala eins og þessar kenningar varðandi að Trump sé ennþá við völd. Ég skil þessa pælingu. erin sé við völd. Já, ég veit það. Ég ætlaði einmitt að fara að segja það, sko. Já. Að frá mínum bæðindirum séu þeir þannig ekki Trump, heldur Pentagon. Já, Og algjörlega. ég held ég að meira sem verið að segja þetta nýlega í ykkur vídeo að það skiptir engu máli hver er í Oval Office-un að skrifa undir ykkur fyrirskipanir. Já, sko, herinn er náttúrulega sver eyða stjórnarskráni og stjórnarskráin segir alveg nákvæmlega fyrir það hvernig þetta gerist. Þeir vilja náttúrulega forseta, sko, eftir þeim leiðum, sko, en það virðist vera þá að það virðist hreinlega vera að Bandaríkin sjálf hafi verið hertekin af globalistum, sko. Ég var að tala um þetta bara í fyrra, held ég. Hérna er að tala um 33, séu það. Hvað segirðu? Þeir eru að tala um frá 33, sko. Ég sé ekki. Þú getur zoomað inn. Já, Bíddu, while transacting all Act of 1933, sko. The Bank Emergency Act of 1933, já, ég veit hvað það er. Vil taka skjámynd? Ég setti linkin af þessu hérna. Já, ég er búin að bóka þess að ég bara... En ok. Þú getur þetta Ok, skjálf. sko, Ég veit ekki það. hérna flækist staðan mjög mikið. Ég var að mynda spá í þetta daginn, ég man ekki hvort ég talaði um það. Sko, 32 er FDR kosin, 33 er hann komin til valda, alveg eins og á sama tíma og Hitler. Frá 33 til 45, hann deyr í, minni mig í febrúar 45, rétt eftir Krímskaga, eftir Jaltaráðstefnuna á Krímskaga, þá kemur hann á Sovétríkjum í Bandaríkjunum, effectively. Það sem er kallað the New Deal, í FDR New Deal, Sovétríki í praxis. En það var náttúrulega, hlutir aldrei svona einfaldir, vegna þess að það eru svo, náttúrulega, sko, menn gleyma oft að Bandaríkin eru 350 milljónir. Þetta er jafn mikill mannfjöldi á Evrópubandalagið og þetta eru 50 sjálfstæð ríki. Já. Menn gleyma því nefnilega oft að Bandaríkin, eins og fólk lærir að sjá það í gegnum vídeo og sjónvarp og annað, er sambandsríki. Og að hvert ríki innan þeirra er sjálfstæð og stríðið 1860-65 snerist einmitt það hversu valdamikil eða hversu sjálfstæð eru þessi ríki. Og maður sér þetta á mörgu sem Trump var að gera þessi 4 ára, hann þurfti að passa sig mikið með ýmislegt sko, hvað hann gat gert og hvað ekki. Og eins og einhver var nú að benda á, ég man ekki hver var að segja mér þetta bara í gær held ég, að það var einhver sem gerði könnun á því að allt bjúrókratið í Philadelphia og Washington er 80% demokratar. Þessi svokallaða mýri eða svampur er ekkert bara eitthvað sem að þú stingur skóflóni og dreinar, sko. Og þegar Trump í rauninni lýsir því yfir dreinaði svamp á svona tíma, þó hann hafi fengið 80% af þjóðinni, bandarísku þjóðinni með sér, þá fékk hann líka 80% af bjúrókratinu á móti sér. Bara með einn yfirlýsingu. En
algjörlega. En ok, sko, þú manst að við höfum alltaf verið sammála þetta alveg frá 2016 að Pentagon sé á bak við Trump. Já, Að hann sé bara operation, hann bara frontur. það Og ég var er bara eitthvað mann, sko. Ég var eitthvað að grínast með þetta daginn, ég man ekki hvort það var í vídeo eða með eitthvað sem var að tala þetta, að sko við höfum aldrei farið honni hvor okkar kom með þessa greiningu fyrstur. en mér finnst það ekki skipta, mér finnst það ekki, Nei. ok, ég finn það átt þetta síðan, ok. Þannig, já, ok, mér bara svona gaman að því að kýta svona hluti, en þið skipta enga máli in the long run, Nei. en ég var semst einmitt á pæli þessum daginn og ég held ég að við talaði það að það sem í gangi sko snýst í rauninni ekkert það hvort að kjósendur Trump eða kjósendur Biden séu sáttir heldur í rauninni hvernig heldur þessu ríkjasambandi saman. Ef þú skoðar hegðun ríkjasambandsins frá 1850 og jafnvel lengra aftur en fyrst og fremst frá 1846 eða 48 þegar Mexíkóstríðið þá sérðu mjög vel hvernig grunn elitan á bakvið herinn hugsar þetta. Og þá sérðu að henni virðist vera, eins og við sjáum nefnilega mjög vel á 20. Þeirri elitu virðist vera alveg sama hvort það eru republikanar eða demokratar á meðan þeir fylgja þarna einhverju línu sem að Pentagon heilög. Þannig að, en mig grunaði þarna 2016 að Trump og líni, eins og ég kalla hann stundum í þessu samhengi, sé operation til þess að draga kommunistana fram. En þannig var ég að hugsa bara fyrir nokkrum dögum, það allt eins sagt að líta þannig á þeim sem bara sáttur við Biden, en ef þeir eru að draga kommunistana fram til þess að afgreiða þá sjáum við allar götur til 1933 að þeim alveg sama þó að Bandaríkin sé kommunístaríki, þar sem þeim ekki sama hvers konar kommunístaríki. Sérðu hvað ég á við? Má ég til að taka eitt dæmi? Núna fyrir viku síðan þá fór FBI, bara leið og Biden var orðinn forseti, þá kemur FBI og handtekur Dr. Simon Gold. Ég búin að vera að fylgjast með daglega hvort það sé eitthvað að frétta henni. Það kom loksins held í morgun, frekar en gær, yfirlýsing frá Amerikas Frontline Doctor sem að hún og einhver annar Amerika Frontline Doctor voru handtekin og eru sem sagt í fangelsi með FBI. Og ég verið að nota þetta líka svolítið með margt annað sem ég sé svona minnst á, og ég hef nú verið að fylgja svona eiginlega bara mest með David Knight, engin sérstök ástæða, ég bara kann vel við kallinn. Og ég líka hrifinn af því að hann leggur mikla áherslu á þessa kristilegu nálgun sem við vorum að tala áðan. Og ég hef verið að gera því skóna að það séu miklu meiri handtökur í gangi í Bandaríkjunum heldur en fjölmiðlar að tala eða alternative media veit eða getur tjásugum. Og þá erum við að tala sko að ef við horfum á sko hvernig elitan hugsar þetta, þá sjáum við á mörgu, eins og með Kína, við sjáum þetta með Sovétríkin tíma, frá 27 til 53 þá voru Sovétríkin að gera í rauninni mjög áhugaverða hluti ef við horfum framhjá þessum svokölluðu fjöldaofsóknum sem að sumar hverjar eru jafnvel mjög vafasamar sko, ekki alveg víst að séu það sem okkur sagt sko, og ef við sjáum síðan aftur þetta tímabil þegar Khrushchev hérna frá 53 til 64, ef við horfum síðan á Brezhnev tímabili þar sem Sovétríkin sko í rauninni þó þau hafi svolítið staðnað sem svona bjúrókratísk mýri, að það voru Sovétríkin undir Brezhnev að gera marga hluti sem svona sko séð frá statecraft sjónarmiði voru ekkert svo galnir, ef ég orða það þannig. Og það nær þeim tíma þegar Brezhnev fellur frá og þá koma Kosygin og Andropov og síðan hann Mikhail Gorbachev. Að á þessum tíma þegar Brezhnev fer frá þá eru allir analistar í heiminum á þeirri skoðun að Sovétríkin séu ósigrandi, og það var óhugsandi, allir analistar nema bara einn sem að hún talar þetta Claire Belinsky í bókinni sinni Margaret Thatcher, að Margaret Thatcher sópaði til sín think tank þegar hún byrjaði sem forsætisráðherra
og vildi fá greiningar á hvernig Bandaríkin stóðu. Og það voru allir bara, heyrðu, þú ræður ekki við Bandaríkin, við Sovétríkin, þau eru bara ósigrandi, þau eru samansaumuð, military industrial complex þar bara fyrir aldrei á hausinn, samfélagið þar er þannig skipulagt, þú hreyfir ekki við þessu, og allir svo peningur sem þeir nota í social subversion á Vesturlöndum, við höfum engin brögð við því, gegn því. En hún segir bara nei, þetta mun falla, og það var einn analyst í sammálinni, og örfáum árin síðar kom í ljós að hún hafði rétt fyrir sér, en ég hef verið að segja undanfarið, hún hafði ekki rétt fyrir sér. Sovétríkin hrundu ekki. Sovétríkin voru tekin í sundur og fólk áttar sig ekki á því hvað ég að fara hér, en þegar ég horfi á sögu elítunar, þá sýnist mér að elítunni sé sama, hvort að hún sé með svona kommunista tyranni eða sósíalist tyranni. Við búum í dag við sósíalist tyranni og höfum gert síðan 1945. Meðan að tyrannið heppnast á ákveðin hátt, meðan að fyrir ákveðna leiðir, ákveðna brautir. Og það sem svolítið áhugavert við það sem að gerast núna, ef ég horfa á þetta bara út frá, ef ég tek, því ég náttúrulega greinir svo margt í gegnum trúna og í gegnum reikningarnar eins og þú veist. Ef ég tek það ef ég kippi því úr sambandi, þá myndi ég segja bara sem svona geopolítískt mat, elitan að horfa á það að það subversive element í bæði grasrótamenningunni, akademísku menningunni og stjórnkerfismenningunni sem eyðileggingarafl. Og elitan að horfa fram á, heyrðu, við þurfum að hreinsa þetta í burtu, en hvernig eigum við að gera það? Án þess að skemma í rauninni strúktúrun okkar, án þess að skemma trúfólks á strúktúrun okkar og gera það svona án þess endilega þurfa að vera með stríð og aftökur eins og var gert 1940-45. Heldur meira svona, how can we face it out, how can we ease it out, eða eins og staðan svolítið núna, hvernig getum við dregið þau út, þannig að allir sjá að við þurfum að losna við þau og við þurfum að gera það sem sagt effectively, og þannig við getum endurhannað menntakerfið, þannig að næstu kynslóð þá erum við tilbúin með sagnfræðilega sannleikan þetta hugafar sem að næstu því sett allt í steik og við svo leystum problem reaction solution, sjáðu, hérna kom upp vandamálið, við leystum það, þetta fólk var að þrönga okkur inn í eitthvað paradigm shift, en við náðum að vinna bug á þeim, þið gerðu það sem civil resistance og þá kom nýtt paradigm shift sem á yfirborðinu virkar eins og sjálfsbrottið. Þetta flókið? Já, það ofboðslega erfitt að sjá. Það bara erfitt að sjá hver raunveruleikinn sko. Já, en til þess að útskýra það þarf ég að stringa trúarkeilunni aftur í samband. Já, við erum náttúrulega í Babylons kerfi, og eins og þetta skjal sem ég að blaða hérna í, gaman, ég þekki það. Það gott form, ég að blaða í einhverjum meðan að við erum að tala. Rifja þetta upp? Já, ég veit þú varst ekkert að hlusta. Það að þetta alltaf sama blekkingin og sama tryggið aftur og aftur, Það eru seiðmennirnir og töframennirnir og sjónkverfingarnar og blekkingin, eins og með tjaldbúðina bara. Það var náttúrulega bara, eins og ég kallaði einhvern veginn prump í pappakassa, og Prump í kassa, já. Og það var bara allt kerfið byggt á því, og það virðist bara ennþá að vera þannig, það virðist ekkert hafa breyst. Og ég sjálfur sér veit ekki akkur þetta hrynur alltaf, eða akkur bara gengur það ekki bara eilífu, og þá kemur maður inn á þar sem að svo hann vinnur okkar Alex Jones segir, hann sagði að það eru 2 fjármálablokkir núna, það Rothschild, Rauðskjöldur
sem að vill stjórna allu og eiga allt og ráða allu sko, en þeir eru ekki mín sko, þeir vilja ekki pynta fólk eða veikja börnin hjá fólki og rífa börn og fórna og þeir eru ekki ógeð sko, en Rothschild liðið, það er algjör. Nei, þú notaði sama nafni aftur. Já, en það Rockefeller fyrir ekki. Já. Og hann þessi tvö sko, er alveg saman að bara glæpast og gera allt sem þeir eru að gera og vera í blekkingunum og öllu því, en það er þessi munur og Rothschild er meira Pentagon megin sko, það sem að Pentagon vill bara nei, við ætlum ekki að fara að sprengja lönd og hirða börnin og selja úr þeim líffærin sko, við ætlum ekki að vera í þeim bramstað sko, og svo er það hinum með Rockefeller liðið sem er erðagreiningin og allt þetta lækna drasl sko, þeir eru bara, gerum það sko og drepum gamla fólki bara. Mér langar að það er einmitt, sko það má segja við ætlum að bjóða öllum upp á bólusetningu eða þvinga alla í bólusetningu, en allir verða bólusettir. Já, hérna er gulli. En þessi greining þín sem ég hef ekkert mótsvar við, hún fittar alveg við það módel sem ég var að lýsa, vegna þess að þegar ég horfi á söguna í gegnum tíðina, þá sé ég hvernig verða svona, sko, ég var að pæli til dæmis varðandi Hitler og Mussolini. Mussolini byrjaði sem marxisti og ef þú horfir á hvernig þeir báðir hugsuðu, Hitler og Mussolini, svona mjög róttækir sósíalistar, þá sér það að það var í rauninni engin munur á staliníska sósíalismanum, mussoliníska, hitleríska eða rúseveltíska eða churchillíska. Það var bara stigsmunur, einhver svona fínstillingamunur. Það var margt sem Mussolini gerði, þú veist, ég hitti fjölskyldu á Ítalíu á Sikili á sínum tíma sem að sagði yðurlega þegar fólk var að tala þjóðfélagsástandið og þetta var nú ekki svona á tímum fasismann sko. Og andarpaði, þau söknuðu svo mikið fasismanns. Þau höfðu verið ungt fólk þá sko. Og það var einhver sem benti átlansvarandi Hitler, ég man ekki það var eitthvað dokumentari sem horfði á sem fór í gegnum allan tíman sem hann var við völd og keyrði hann í opnum bílum, kom fram opinberlega án þess að væri neitt sérstakur öryggisvingur í kringum hann og öll þessi ár frá 33 til 45 þá var eitt banatilræði við hann. Og það var svo klaufalegt að menn voru í rauninni hissa á því að það komst ekki upp þann gaur fyrr. Því hann var svo mikið klaufi og það var Mark Weber þegar hann var að fjalla hið svokallaða banatilræði við Hitler sko, sumarið 44, þar sem var sprengja sko í fundaherberginu hans, að NATO gerir alltaf svolítið mikið úr þessu, þetta heitir Operation Valkyrie eitthvað svoleiðis. Mark Weber sagnfræðingur fór ofan í kjölinn á þessu. Það tek klukkutíma langur fyrirlestur á netinu þar sem hann fer ofan í kjölinn á þessu sem er mjög áhugaverður. Þar sem hann greinir þetta í tætlur og vill meina að þetta voru örfáir gaurar sem voru meira að minna að fá bara pening frá leyniþjónustum bandamanna sko. Vegna þess að hann bendir á að jafnvel þarna þar sem að reynt að sýna þýsku þjóðinni fram á að það væri komið tími til að koma Hitler frá völdum, að fólk þjappaði þessi saman í kringum hann. Og alveg fram á síðustu daga sko, voru 45, þá var fólk ennþá að þjappa sér saman hann. Þannig að þannig eru tveir gaurar, Mussolini og Hitler, sem voru alveg, okkur hefur verið kennt að hafi verið svakalegir harðstjórar og kannski voru þeir það. Það er orðið ólöglegt að annað en að bæta þessari setningu við. Þannig að kannski voru þeir svona miklir harðstjórar, það getur verið, en samt sem áður fólk elskaði þá. Stalin til dæmis var mjög virtur. Menn bara elskuðu Stalin sko. Algjörlega, það er ennþá fullt af stalinistum í Rússlandi, gömlu Sovétríkjunum. Það er bara sem með Gaddafi sko, hann gerði þessa grænubók hérna. Já. Og menn elskuðu hann líka sko. Já. Það er alltaf þessi hérna mafía sko, þessi seðlabanka mafía sem að
þolir ekki að fólk eigi heimaland og hamingju, sko. Það þetta sem ég að blaða í gegn hérna núna, sko. Einmitt, já. Það í raun það þetta sem við köllum núna glóbalistana, sko. Mhm. Og hérna eru Sameinuðu þjóðirnar, Forex, International Settlement. En má ég klára þennan spuna sem ég var hann að koma með, af því svona, ég veit þetta svona langur og flókin þráður, en ég var fjallum þetta þessu daginn og velta þessu fyrir mér að við sjáum þetta til þess að dögum Gengis Khan aftur, ég náttúrulega með ákveðna trúanlega túlkun á honum, þannig ég kippi því bara núna úr sambandi, bara öllum trúanlegu túlkunum mínum horfum við bara á þetta sem svona modern civilian. Á hvað segirðu? Gengis Khan? Já. Að við sjáum reglulega, ef ég leyfi mér að stilla þessu svona svolítið upp eins og þessi elita sem stjórnar núna, sama elitan og stjórnaði fyrir 100 árum, eru sömu blóðlínu elitur og stjórnuðu fyrir 200 árum eða jafnvel 1200 árum. Gengis Khan var í kringum 1220 og það má alveg gefa honum stimpilinn 1221, sko, ef maður vill flott númer. Það stemmir alveg, sko, þetta var ákveðið tímabil hjá honum, 20 ár. En þegar að þú horfir á sko heildarmyndina, þá sér það reglulega öllum kerfunum stillt upp og það sett upp ákveðið konflikt. Fólki smalað inn í konfliktið. Þú veist, now join the army, go and kill the Huns for king and country, or go and fight the Talibans because we are protecting democracy, eða eitthvað svona áróður. Og fólk gerir þetta bara og ægilegar hetjur hérna, að verja lýðræðið eða verja sjálfstæðið eða verja eitthvað sem elitan sendir aldrei sína sinni í stríðið, sko, nema bara daginn eftir fyrir myndavélarnar og allir voru ánægðir, sko. Og það sem gerist í þessu tvenns konar configuration. Annars vegar configuration sem við töluðum mikið hérna fyrir á sín tíma, og það að á meðan til þess Hitler og Mussolini voru að senda sína ungu menn í stríðið, þá var Stalin og Churchill og Roosevelt að senda sína ungu menn í stríðið. En það sem enginn sagði okkur frá var hvernig voru þessir ungu menn vinsaðir út úr borgunum og herðunum. Hverjir voru það sem voru sendir á vígvellina voru ekki endilega bara hérna, já, heyrðu, þú 19 ára, þú getur valdið byssu, nú ferð þú. Nei, þú fórst alltaf í gegnum inntökunefnd. Og inntökunefndin var alltaf í hverfinu þínu. Og inntökunefndin með skrár yfir alla sem bjuggu í hverfinu þínu. Hverjar ættar ertu, hvaða menntun hefuru, og þeir hafa eins og til að breska lögreglan hefur aldrei falið það að Bobbyin á ákveðna götur. Bobbyarnir, hvort sem að þeir gangum göturnar eða keyrum göturnar, þeir eiga ákveðna götur og vasabókin í brjóstvasanum, þar skrifaði niður alla sína reynslu. Ef þú lappar upp á Bobby og spyr til vegar, og þá hann vís til að spyrja hvað heitirðu líka, sko. Hann skrifa niður, kom hérna gaur á drapplitu t-shirt og spurði til vegar af þessari adressu. Hann vís með það 2 tímum seinna að ganga fram hjá adressunni og leggja á, hann man hverjir búa hvar. Hann man hverjir voru sko, með uppþótt í skólanum. Þeir vita hver, þú veist, þegar að inntökunefnd hersins í þessu borgarhverfi, hún hefur aðgang að þessum upplýsingum. En hún ekkert að segja þér frá því. Já, heyrðu, þessi gaur hugsa sjálfstætt, já. Já, þessi gaur, hann var kontrarian í skóla. Já, þessi gaur, hann mjög auðvelt með að tengjast við fólk og mjög vinamargur og mjög fljótur að búa til svona networking. Heyrðu, þessir 3 gaurar, þeir fara á vígvöllin. Og vonandi koma þeir ekki heim aftur. Núna er að reyna að tölvuvæða þetta, sko. Þetta það sem að gena fiffið snýst sko. Og þá erum við komnir að þeim með eugenics fyrirbæri, að þú ert kannski að þjálfa, þú ert að rækta smalahunda, þá eru ákveðnir hundar sem þú gefur bara frá þér.
aðrir hundar sem þú drepur og svo þriðji hundarnir sem þú notar til undaneldis. Og hinn almenni maður sem bara pæli því hvort hann á flatskjá eða kaupa gallabuxur eða hvernig bíl hann keyrir á að kaupa næst eða hvort hann keyrist upp með að halda fram hjá konunni sinni, hann ekkert að pæla í svona hlutum. Þetta bara samsæðiskenningar. Og þar með það bara, já, þá bara ekkert rætt meir. Og hann áttar sig ekki á því að sko einhver Breti 1920 í Liverpool áttar sig kannski ekki á því að bróðir langamanns fórst á vígvöllunum af því að hann hugsaði sjálfstætt. Hann var ekkert drepinn þar af elitunni, hann var bara sendur í stríðið og vonandi kom hann ekkert aftur. Og með hverju stríðin og fætur öðru, þá náði elitan við erum hérna með þæga og hlýðna og auðsveipna borgara heima. Við erum búin og Hitler sagði þetta sjálfur 45, hann sagði besta blóðið úr Evrópu núna dautt. Það skiptir einhver máli hver sigrar þetta stríð vegna sem Evrópa búin að vera. Þannig að besta fólkið dáið á vígvöllunum. Og þá átti hann við ekki endilega bara Þjóðverja, sko. Og þetta semst annað configurationið sem ég sé. Hitt configurationið hverjir eru í think-tankunum eftir stríðið. Hver það sem að stjórnar public policy í gegnum Rhodes Scholarships eða Council on Foreign Relations eða í gegnum Davis klúbb eða Bloomberg klúbb eða Bilderberg klúbb eða Eranos klúbb, hverjir eru það sem aldrei í fréttum en að skrifa skýrslur, skrifa bækur, skrifa skáldsögur, networka, skipuleggja fundi, skipuleggja upplýsingaflæði sem síðan bjúrókratarnir okkar, statesmenninir, ríkisráðsmenninir, nota þegar þeir búa til statecraft. Því þetta snýst fyrir elituna, þá þetta, við erum hérna elita, vinstra megin, hægra megin, móti eða ekki móti, við erum hinn raunveruleikin. Stateið veruleikin okkar. Og hinn almenni maður skiptir engu máli. Nema sem fóður fyrir okkur, sem vinnudýr fyrir okkur, sem skatt, sem eitthvað sem við rökkum skatt, sem við notum í vinnu, sem við notum í fallbyssufóður, sem við notum í hitt og það skiptir okkur engu máli en það ákveðið siðferði sem við þurfum að nota til þess að búskaparhjörðin, bústofnin, temji sig sjálfur. Þannig við þurfum ekki, sjáðu, að hjörðin, að gluggatjaldavaktin passar upp á nágrannan. Að almenningur í athugasemdamiðlum þaggar niður í conspiracy theoristum. Já. Að það einhver ómerkilegt fíbl á póstinum í gær sem að rak mig út af því að ég var 5. maður í rýminu. Annar einhver starfsmaður, heilalaus starfsmaður sem elti mig uppi af því ég gleymdi að setja upp grímu þegar ég strunsaði innan á mér í kjöt. Að fávitinn sem heldur hann sé upplýstur borgari með civil liberties, hann sér að það eru forystu sauðir innan sauðina. Við þurfum ekki nema einn smalahund. Já, en svo náttúrulega aðrar lausnir, sko. Það eins og þetta hérna, sko, áskarf, já. Menn geta líka bara gengið í þetta bandalag, sko. Ok, þetta kom fram á þeim tíma þegar ég var að vinna með National Republic Revisited. Já. Eins og svo margar aðrar hugmyndir sem sprutt upp á árunum 2012 til 2020 eða 2017. Frá 2013 til 2017 var ég fyrst og fremst að vinna með National Republic. Það var svona aðalfókusin hjá mér hérna í svona 4 ár. Og á þeim tíma sprattu fullt af svona hliðvörslum út allt. Já, en sko, ég sé náttúrulega bara, sko, demokrasi og freedom getur ekki verið í sama pottinum, sko. Oops. You are stupid.
En hins vegar getur verið að sko, hins vegar getur verið að Ísland verði svona, ekki náttúrulega demokrasi sko, heldur konungaríkið, við konungar. Og það skrifað sko ISF-land, sem úr írskunni Jesúland sko. Getur fengið. Become part of the 2%. No thanks. Þetta er hverjum sem stofnaði þetta spes þessi. Hvað heitir hann? Dr. Igor Azurbeili, hvað? Er þetta Azerbaidsjani? Er þetta Kasari? Hann austur, á 2016 mitt fæðist þetta. Og svo Áskarður var í Azerbaidsjan eða Kasari. Já, þeir. Og svo ertu með e-resident sko. Annað digital kerfi sko. Hérna getur verið með sem sagt færðu ríkisborgarrétt og getur verið 100% digitalt sko. Þarftu aldrei að mæta þarna eða neitt sko. Þeir hafa reyndar lent í vandræðum með bankan sko. Þeir hafa svona þú opnað bankareikninga á eitthvað sem digital, já, veist hvað það. Þannig þeir hafa lent í vandræðum með það. En allt annað gengur víst vel sko. Þú getur stofnað fyrirtæki og bara haft það næst sko. Þannig að það eru fullt af svona hugmyndum í gangi sko. Þetta er svolítið cool pæling sko. Ég sé að þetta getur heillað marga. Þetta er náttúrulega bara mjög praktískt sko. Þú fær bara þetta ríkisborgarrétt sko. Og svo ertu bara með fyrirtæki og selur og ef þú færð bankan sko, þá ertu bara komið með. Þetta er ekki alveg sko, þú borgar ennþá held ég 20% skatta sko. Þetta er að fæðast fram sko og svo er náttúrulega eins og með Bitcoin og það eru bara alls konar hlutir í gangi sko. Þeir sem allir tóku aurgjöfun og breytti strax í Bitcoin, þeir eru með einhverja milljónir bara í vasanum sko. Og ég hef ekkert nema gott þetta að segja, þó að maður kannski ekkert endilega hafi ekki trú á einhver enterprise, þá er þetta með það sem ég verið að tala í vetur að menningin er hrunin. Nú allt í einu eru bara allir af tveimur mindmöppum. Tveimur mindsápukúlum en maður vill, þegar þú sérð heilbrigða menningu þá sérðu alls konar vittlaus út allt og það er allt saman mjög heillandi. Svipaði svo sko Devosgengið er duglegast að ná völdum sko. Þeir kunna að múta rétta fólkinu og koma sínum trúarbrögðum inn í löndin sko. Þannig að þessi kall er bara klárastar að öllum sko. Ég var einmitt og þar kemur annað sem ég var líka pæli daginn af því ég náttúrulega, eins og þú veist, í undanfarið hef ég verið að styrkjast í trúaráróðurinn. Að ég var að benda á að margt sem er í gangi núna 2020 og 2021 hef ég verið að varpa því fram að hérna eru það sem ég kalla ljósenglana 7 sem eru sem sagt innstu ráðherrarnir í píramída Satans. Að því ég er búin að vera að halda í framsveginn 2014 að hann hafi verið fangelsaður fram að hinga til að hafa þeir beitt sko sömu aðferðafræði og meistarið þeirra hefur gert síðustu 6.000 árin en síðan allt í einu gerist þessu umsnúningur hjá þeim síðan undanfarið ár að þeir fara út fyrir ákveðna línu sem Satan fór helst ekkert yfir að hann beitti fyrst og fremst að tæla þig inn í vitlausuna, núna eru þeir að reka þig inn í, með góðu og illu inn í hana. Já, og þetta, og ég var að segja að hérna sérðu dæmi það að Samael er fangelsaður og föll á Englandir í borgarastríði. En ég vil þá líka minna á að ég minni regla á það þegar ég er að tala þessi englafræði, þá ég líka benda á að þetta kannski bara semiológía fyrir sko ljósengil humanismans er heimsýn. Alveg eins frekar endurlega einhver heldur einhver vera
að hérna erum við að tala ákveða aðferðafræði á sko þegar mars 11, þess að 11. mars 2020 þá koma bara örfáar yfirlýsingar í fáeinum fjölmiðlum og all heimsbyggðin, 80-90% af fólki bara á hálfu mánuði, já, það komin farsótt og það alveg sama þó að staðreyndirnar tali sínu máli, það farsótt. Og maður sér einmitt þetta mjög gott dæmi það sem viskukallarnir áttu við fyrir mörgum öldum þegar þeir líktu þessu engla sem fari það flög engill salin og umræðinni breyttist. Veist. Já, já. Að þegar maður sko, þetta eins og sér hérna var ég eru Board of Trustees sko. Þetta en sama og honum sandum sko. Já. Í 1302 sko. Þetta svona trustee funds og svo var það náttúrulega svo Ark of Hope sko. Búið að setja pröfum í bóksið sko. Og þannig að þessi sértrúarsöfnuður virðist vera duglegastur núna. Al Gore. Já, ég tók þetta í líka. Þetta meiri hersingin maður. Þetta lið alveg, náttúrulega normenn sko, alveg með raskat með þetta sko. Hvenær? Þetta lið alveg, þetta svona alveg svakalegur sértrúarsöfnuður sko, sem að en það alveg sama hvað maður sýnir fólki þetta oft, það einhvern veginn bara, þú bara samsærisvitleysingur sko. Já, þú ert viðkominn fyrir því. Þú örvæntir svolítið stundum. Já. Mér finnst þetta bara, þú veist, fólk getur ekki sameinast neitt og það getur ekki neitt. Nei, það eitthvað sem þú getur ekki farið fram á. Það sósíalisminn sem þú ert ennþá svolítið haldinn af, sko. Við erum aldrei upp í þessu sósíalisma, það tekur ykkur tíma að hreinsa út. Hvað máli skiptir hvort einhver sameinast sem eitthvað með þér eða tekur undir með þér eða ekki. Sko, náðirðu að segja eitthvað þannig að það skýrt. Þegar þú komst fram á sínum tíma með eitt hugtak og skilgreindir það sem þú kallaðir og gafst svo snilldarlega heitið sameinuðu þrjótarnir. Já. Hérna eitthvað skilgreint og hérna komið nafn á það. Já. Þetta fer ekkert. Fólk skilur strax hvað átt við. Eins með fjölmellurnar. Mjög fínt. Eða skrúfjú. Já. Ég landsýni fór að taka eftir þessu. Ef þú veist að ég vinn nefnilega svolítið með þetta sjálfur. Náði að greina eitthvað. Þarna daginn þegar vorum að tala til dæmis þessi nýju helfararlög sem verða sett á Íslandi. Þá daginn eftir held ég og tók ég 1,5 tíma að spjalla um þetta. Man ekki hvort ég gerði á íslensku, ég held á íslensku. Og þegar ég var búin að, ég einblindi á þessa setningu í stjórnarskráni, að banna ritskoð á Íslandi nema einhver orðræða ógni almennu velsæmi. Og ég ákvað að horfa á þetta hvað ógnar almennu velsæmi. Og ég fór í gegnum fáina punkta það hvernig þessi marxista heimsýn hefur gert umskiptingu eða subversjón á almennu velsæmi og gert algjöran umskurð á þjóðarsálinni og þjóðarvitundinni sín fólks á Íslandi, gert breytt ríkinu, lögunum, dómskerfinu, fjölmiðlunum, öllum pakkanum eins og leggur sig, gert umskiptingu á þessu og þar með rauninni síendurtekið og viljandi brot á þessari frumspeki, á þessari stjórnarskrá. Þetta sama fólk
ætla sér núna að segja, heyrðu, þú ert núna með upplýsingaóreiðu, þú ert hérna með staðleysu áróður og heyrðu, ertu með helfararafneitun líka, sko. Og þetta fólk gjörsamlega gaga. Og hinn almenni maður sem búin að vera að spyrja sjálfan sig, sko, í 20 ár, byrju, hvað varð fjölskylduna? Veist, hvað varð fjölskyldumynstrið? Heyrðu, hvað varð samfélagslímið? Veist, cohesion, the cultural community cohesion. Hvað varð virðingu, þú veist, hvað breyttist fyrir 15 árum að fólk með skrýtnar skoðanir átt allt í einu bara, veist, heyrðu, þú átt ekki að hafa vinnun eins þar, þú ert með skrýtnar skoðanir. Veist, þegar ég var ungur maður í Borgarfirði þá fullt af fólki í héraðinu sem þótti mjög skrítið en það hvarflaði ekki á nokkru manni að það ætti ekki að hafa vinnu. Já. Þetta hefur breyst, sko. Þarna sem sagt, hérna erum við komin með, þarna taldi ég upp nokkur atriði og segja, hérna mælanlegt að það er búið kerfisbundið rústa undirstöðum menningarinnar. Að þarna sjáum við að þeir sem settu stjórnarskrána saman, heyrðu, það ritskoðun bönnuð á Íslandi, nema að sé ykkur orðræða í gangi sem umskiptir almennu siðferði. En á síðustu 20 árum hefur tekist, jafnvel lengur, jafnvel síðan 1950, sem þá 70 ár, hefur tekist að taka almennt velsæmi og gera hreinræktað umskiptingu á því. Og það lögbrot vegna þess að það brýtur stjórnarskrána og það engin meðal almennings eða meðal elituna sem búin að fatta það, benda á það og skilgreina það. En þarna fyrir viku síðan þá skilgreindi ég það, sjáðu. Þetta að sama og ég að tala með Sameinuðu þjóðirnar, fjölmiðlunar og þetta. Ég búin að taka, alveg eins og ég var svolítið stoltur á mokkanum þegar ég birtu grein fyrir mig fyrra, það sem ég skilgreindi að ef forseti skrifar undir lög bara af því að þau fengu meirihlutakosningu en á sama tíma brjóta stjórnarskrána þá orðið siðrof og þá ekki lengur heldur réttlæti. Ég birti 2 greinar á þetta þema og var svolítið ánægður með að fá þær birta sjá til og þær eru náttúrulega á Hreyberg.is að þarna skilgreindi ég. Þetta staðan. Það siðrof á Íslandi og það líka sáttmálabrót á Íslandi sem þýðir að það ekkert réttlæti lengur á Íslandi og þar með undirstaðan undir okkar íslensku menningu hrunin. Ég þarf ekkert að fá hérna einhverja 20 Íslendinga eða 2000 Íslendinga til þess að smetla á like fyrir þetta eða koma og sameinast það að gera eitthvað á, þú veist, að klappa á áhorfundapollunum eins og þegar fósturmorðarlögin voru samþykkt. En það það sem að pirrar mig mest af öllu, að það að fólk fattar ekki að þessi sértrúarsöfnuður búin að bara taka kosningarnar og þeir bara skrifa, þeir nenni ekki einu sinni að telja atkvæði lengur, þeir bara birta úrslitin eins og þeir vilja hafa það, sko. Já, þetta pirrar mig ekki og ég reyna að stappið í stálinu vegna þess að sko, ég búin að á síðustu árum oft búin að pirra mig út af svona hlutum. Alls konar hlutum. Bara eins og þetta sem ég var að tala með þetta með almenna velsæmi. Þetta pirrar mig rosalega mikið. Umræðan, þegar ég að horfa á umræðan um COVID og þegar ég sé eitthvað, ég sá til þess þegar Biden var svarinn inn, þá sá ég eitthvað fólk í athugasemdamiðlum á Íslandi segja loksins verður farið að fara eftir vísindunum COVID. Þú veist, maður sér, þú veist, alveg eins og þetta sem að þú varst að lesa upp hérna alvarlegasta tilræði á Íslandi í Íslandssögunni. Býttu, af hvaða plánundi býrðu? Þú veist, maður sér fullt af svona staðleysum og hugsanaóreiðu og menningarafneitun sem maður bara, þú veist, ef ég hefði hár til að rífa en síðan róast ég. Vegna þess að þegar ég man að sama fólkið og kom í Hallagarðinni á Pontíusi Pílatusi og krafðist þess að Jesú yrði staurfestur sama fólkið og var skríðandi á eftir honum þegar hann var að halda fjallræðina sama fólkið
og var með honum þegar að brauðin margfölduðust og fiskarnir þetta hefði ekki verið skráð ef það hefði ekki eitthvað mjög undarlegt að það gerst, kannski ekki til að bókstaflega svona en eitthvað sem var mjög undarlegt sem var umtalað og fjöldi fólks tók eftir. Þegar ég hugsa þetta og þegar ég hugsa söguritningana hvernig fólk sem að iðkar heilindi, sannsögli, ábyrgð, gegnsæi, samheldni, þú veist að við þurfum ekki að vera sammála en við getum staðið saman þú veist, góð gildi. Þegar ég sé það hvað það fólk sem að vill berjast fyrir því sem heilbrigt hefur átt undir högg að sækja í 6.000 ár. Þá sé átt þú að hafa það betra heldur en Davíð hafði eða Daniel hafði eða einhver annar sem var að berjast fyrir því sem heilagt. Já. En hérna það sem að ég held að gera út þetta. Það stakeholder kapitalismi. Það semst að leggja niður shareholder. Hver er munurinn á shareholder og stakeholder? Meikar sense það sem ég var að segja? Já, algjörlega. Sko, þú átt að því að ég hlusta alltaf á vídeóum þín, sko. Ég skil það ekki, ég veistu hvað þetta mikið efnistundum. Já, það eru bara þvílíki gullmólar þarna. Það bara engin annar að segja það þú ert að segja, sko. Það ekki að sé eitthvað úrval, sko. Nú því feiminin okkar dag, en ok. Það gera meira íslensku, ég veist það alltaf mikið betra. Já, ég veit það. En sko, stakeholder, þá hérna, þú ert með fyrirtæki, að reka fyrirtæki, og þá bara sett lög þar sem einhver frá Greta Thunberg þarf að vera í stjórn hjá þær, sko. Og svo þarf að vera einhver frá kvennamáladeild eitthvað. Og svo veist það bara alltaf liði sem bara í stjórninni hjá þær, sko, í fyrirtækinu. Og svo kannski einhver hagnaður í fyrirtækinu og þá ákveða stakeholderarnir hvað gert við hagnaðin, sko. Og og svo þú kannski búin að átt kannski hús og þá eru svona stakeholderar sem kom og reka það fyrir því, sko, með íbúðina. Þá mætir eitthvað frá CO2 nefndinni og segir já, nei, þú getur ekkert notað svona mikið rafmagn, sko. Þetta þetta vídeó sem að reyna að fela, sem sko, þú munt ekki eiga neitt en þú hamingjusamur, sko. Og þess vegna náttúrulega pota í heilan á þér og sprauta þig með kæruleysissprautum, sko. Þannig að þér finnst þetta bara æðislega kúl, sko. Það ekki að hugsun eftir í haustum, sko. Og ég heyrði það nú frá einum sem ég keppti nýlega við í kosningabaráttu. Hann var að segja bara að það ætti bara að drepa helminga mannkyni núna. Mr. Franklin, sko. Hvað var hann að segja það? Hann var bara harður á því að það ætti að drepa helminga mannkyni. Hvað sagði hann? Við mig, bara persónulega, ég vona ég sé ekki að bróta eitthvað búið. Bara nýlega? Já, við talum og þá var hann þá sérst að eins og þessi Rockefeller mafía hefur verið að segja að síðustu 50 ára að þessi nauðsynlegt að depopulera. Já, hann að tala að vera keyrt af fullri hörku í þetta, sko. Og hann var með þess að harðar á því en ég var svona, nei, ég heldur þetta misefnist ekki það. Hann bara, nei, þetta verður bara gert. Og ég bið hann bara afsökunar að ég var að fara með trúnaðamáli. Það var þá datt svona upp mig bara einhvern veginn. En ég að fiska eftir því hver hans skoðun á því. Þetta hans skoðun. Hvað hans afstæða til þess? Að þetta verði gert. Það verði... Ertu að miskila spurninguna? Þú ert ekki að svara henni. Nei, segðu náttúrulega. Er hann hlynntur þessu? Já, það veit ég ekki. Ég spurði hann ekkert eftir því. Já, þannig að það eru margir á þessari skoðun að það verði gert. Ég meina, þú hefur verið að tala með þetta í marga ár. Ég hef aldrei viljað taka undir þetta. Nei.
vegna, sko, ég veit alveg að það fullt af fólki, ég veit alveg greiningarnar, á baku þessar fullyrðingar. Ég ekki að afneita þessum greiningum, en hins vegar hef ég aldrei verið trúaður á það hvort þetta verði leyft. Nei, samkvæmt, og svo getur hann bara verið að segja þetta við mig, að því ég samsæringur, sko, ég veit það ekki. Já. En ég var bara, þetta bara hafði svo mikið á mig, sko, hann var alveg komið með þetta á hreint líka, þetta bara reynt að gera, þetta náttúrulega í gangi, sko, ég með hvað búið að sprauta marga. Já. Ég veit alveg að þetta eru þessi eugenics viðleitnir þarna, ég veit það alveg. Og ég veit alveg hvers konar að það hafa verið margar slátranir prófaður. Ég veit það líka og af því að ég var nú einmitt að gera því skóna fyrir nokkrum dögum að það væri hugsanlega búið að slátra fullt af þorpum á Vesturlöndum og við myndum aldrei geta sannað né afsannað og þetta í fyrsta skipti frá því ég fór að skrifa eitthvað opinberlega sem ég að halda svona fram. Já, það var mjög góð punktur hjá það, sko. En ég var fyrst og næst að benda á ef þú ert gólem þá myndu aldrei vita þetta, út gargoyle þá myndu heldur ekki vita þetta og þú myndu hvorki geta sannan í afsannað, sko. Vegna þess að þá var ég fyrst og næst að benda á að því ég verð að reyna að hamra svolítið á þessu með gargoylinn að mér finnst þetta skipta óbúslega miklu máli að þetta fólk sem er búið að sannfæra sig að það sé vaknað. Nei, þú veist ekkert hvort þú ert vaknaður, þú veist ekkert hvort þú ert með eitthvað sannleika. Nei. Þetta eins og við stundum talað saman að þú ert með svo margar lambúsettur yfir hausnum, sko. Þú tekur eina og bara, já, nú sé ég allt, sko. Já. Og þá eru 33 lambúsettur eftir, sko. En ég líka að sjá komment frá einum og einum af fólki sem þekkir okkar orðræðu og sem að segja, nei, heyrðu, ég bara tek ekki þátt í neinum en einum. Nei. Ég bara að grúska og finna út og eins og vil bara helst fá að vera með smíðajá skýrðingu í kringum þar sem ég bý og bara annað fólk bara piss off og ég fattaði ekki fyrir þú sagðir daginn ég man ekki hvenær ég byrjaði að klára vídeóan að piss off og ég get ekki að hætti þetta orðið eiginlega bara svona heyrðu, þetta the piss off movement þetta var ekki planað og bara, ég voru leiður að segja God bless, það voru svo tilgerðalegt sko. En þegar þú bentir á den daginn og þú sagði, heyrðu, þetta kannski ekki alveg endilega vinsælt á ekki. Nei. Þetta svo litli Pétur minn, sko, hann 4 ára núna. Hann alveg með þetta á hreinu núna, shut up! Okay, shut up. Ég segi svona, þú getur ekki lamið litla bróðin, shut up! Það bara það 4 ára, sko. Já, nei, ég náttúrulega mæti fyrir fram að vélina og eitthvað svektur og að rífa kjaft en svo ég bara hallaði mér aftur í fjölskyldunar, sko. Og ég kannski gera þetta eitthvað fyrir einhverja framtíð eða eitthvað, sko, ég veit það ekki. En ef maður ætlar að byggja fólki, sko, það bara eins og að byggja turna og sandurinn heimska, sko. Já, það er, ég veit ekki hvenær það gerðist hjá mér, þetta var svona gradual process að hvað einhverjum finnst það sem ég að segja eða hvers vegna þetta var, það var oft fyrsta árin sem ég þurfti stundum að beita sjálf á mig hörðu til að segja suma hluti. Af því maður var svo meðvitaður hvernig það geti hreyft við einhverjum eða yrði notað í fjölmiðlum til að dímonisera mann og svo skólaðist maður og svo líka lærði maður kannski að það kannski líka allt til að eins og ég náttúrulega brendi mig svolítið í Birnumólinu að ég var aðeins og ég byrjaði einhvern vídeó þar sem ég var svo viss að það yrði náttúrulega ekki nema 50 mann sem myndi hlusta á það, sko. Þannig maður var svona svolítið kærulaus með að segja mislegt vitandi að það var ekki nema þessi 50 mann sem voru að hlusta á hann og voru orðnir vanir manni en svo ég brendi mig svolítið þarna og sagði það nú kannski, þú mátt nú kannski aðeins passa þig á því hvernig þú segir suma hluti upp á, þú veist þú græðir ekkert á því að vera viljandi að ögra velsæmiskennd fólks. Þú getur alveg sett piss off við fólk en þú þarft á kannski með sumt fólk, heyrðu ég núna að fara að segja piss off bara þú vitir að, þú veist.
Ég meina ekkert með því, þetta bara ég veikur, veist, það veit allir ég veikur, og átti ekki að taka mig alvarlega, veist. Það ekki Þannig að bara, maður svona, þú ekki bara heilbrigðastur á öllum? þú mátt ekki hæla mér, þú veist að ég verð sá montin og þá verða vídeóin mín öðruvísi 2-3 daga. Ég að vonast þess að ég ná að íta þér í íslensku vídeóin, ég fíla þau svo vel. Já, það bara því þú nennir ekki enskunni, sko. Jú, ég lust að þau alltaf líka, sko. Það kemur bara meiri kjarni úr íslensku, sko. Já, ég er náttúrulega betri að valda á íslenskunni. Ég fer í íslenskuna þegar ég fara að tala hluti sem ég á erfitt með að útskýra á ensku. Svo fer ég stundum út í að endur útskýra þau aftur á enskunni þegar ég er búin að en ég er líka, sko, það er líka eitt, sko, þegar ég er að tala hluti sem ég er svolítið meðvitaður að hvergi verið að tala erlendis, þá vil ég reyna að tala svolítið það á ensku þegar ég vona að það séu kannski 5-10 af þessum hlustendum mínum þar sem muni endur segja sumt að því. Því að þú veist aldrei hver að hlusta á þau sem kannski bloggari eða gerir sín eigin vídeó eða á einhvern vinn sem gerir það. Já. Af því að þú veist að fólk sem að hlusta á menn eins og mig fólk sem yfirleitt svolítið sjóað. Ég sé það líka á sumum athugasemdum sem ég fæ. Þannig fólk sem búið að horfa á þennan og lesa hinn og pæli þessu og súpa saltan sjó á ýmsum stöðum. Þannig að, og þú veist það bara sjálfur, við hlustum ofta á fíra sem engin annar myndi hlusta á, sko, því að við föttum dýptina. Já. En ég tek eftir hérna á Harmageddon, sko, þá ég yfirleitt með höfuð og herðar yfir svona megin þorranum af liðinu sem þarna, sko. Svona alltaf einn og einn sem fær eitthvað 7.000 eða veist, en svona veist, hérna stjórnmálamaður með 500, sko. Og hérna veist, þetta eru svona 600 og 300 og reyndar heildarþátturinn ekki tek hann nú ekki með, sko. En ég alltaf með svona með þeim hærri í hlustun, sko. Já. Sem sko svolítið skrítið á mainstream media, sko. Já og nei, sko, þetta náttúrulega óvinnulegt útvarpsefni og Howard Stern myndi kalla þetta good radio. Já. Og veist bara sem entertainment value. Já. Þessi þeir spurðu hann hérna hvort hann vildi ekki bara því hann var hérna með alls konar hugmyndafræði, ranghugmynd, hann var talað samsæriskenningar, sko, í QAnon sæoppinu þarna frá CIA, sko. Já. Og hann að sæoppa það áfram, sko. Og þeir spurðu hann hérna, það ekki bara mæta Axel í og þið takið slag? Og þá sagði ég veit ekki hvort þið þorið því. Hann svo vel. Já, það eru margir sem eru mjög ánægðir með Harmageddon viðlegin, sko. Ég held að ég sé svo eini sem að fussa og segja yfir þeim. Hver þessi sæta stelpa hana? Já, þetta úr Annatara eða? Sér það? Já. Segir tóku viðtal við þarna bólusetningarnar en daginn. Herru, já, Sara Óskarsson. Pírati, oi. Bara... Nei, það var hún hérna, það var alvöru kóla, sko. Já, hún stóð sér rosa vel. Hérna. Ég var rosalega ánægður með hana. Anna Tara Andrésdóttir hérna. Það, ég bara var að tekka, sko, hvort þeir hefur verið að spila mig með kvenrödd, sko. Er það prakkarastími núna eitthvað? Það var alveg á reynu, sko. Og ég var nefnilega, sko, ég rakst á hana þátt að því einhver deildi á Facebook. Ég hlust ekki á Harmageddon eins og þú veist, nema þegar ég sé klippu frá þér, en undanfarið hef ég ekki nefnt að klára á þegar þessir Wikipedia heimspekingar fara út fyrir öll velsæmismörk. Ég er svo viðkvæmur, sko. En ég sá semst einhvern deila viðtalinu þarna við Önnu Töru og ég hlustaði á það svona þangað til þeir fóru algjörlega yfir öll strik. En þar hjó ég eftir þessu með smallpoxið. Já. Við vorum aðeins að ræða um daginn. Ég er aðeins búin að vera að hugsa þetta meira. Ég er búin að vera að niðurhala líka efni sem tengist sérstaklega því sem hann var að tala um hann hérna Alfred Russel Wallace á síðan tíma. Ég ætla næstu 2 árin að grúska svolítið meira í Russel Wallace því að ég er búin að vera að ætla mér það í langan tíma
ég er búin að niðurhala fullt af PDF efni á bókunum hans, það er nefnilega fullt af bókunum hans eru til á archive.org. Já. Og þannig ég vil setja með þess betur inn í hans hugmyndir og pæla þess í þeim og sjá hvort ég finn eitthvað áhugavert bara fyrir mig. En ég er búin að vera að hugsa meira þetta með smallpoxið og ég er eiginlega komin meira og meira inn á það að þetta sé sem sagt eituráhrif og tengist skólpi, mismunandi þegar þú horfir á borgir eins og það voru í Evrópu og líka í margar aðra borgir og eru svíða enn til þess á Indlandi, þá var fólk að gera þarfir sína bara í opin skólpræsi. Og fólk var til þess að drekka vatn úr sameiginlegum vatnstunnum út á götuhorni og alls konar svona hlutir sem voru í gangi þar sem að þó fólk var kannski með brunnin einhvers staðar nálagt einhvers staðar þar sem að var skolpræsið rann út í mýrina. Það er svo mikið á alls konar hlutum sem geta þarna tengst sem aldrei hafa verið rannsökuð. En svo var líka annað sem að ég var nefnilega svo ánægður með þetta hann Frosti kemur þarna inn á einmitt þetta með smallpox að ég sagði á hverju heyri ég aldrei neitt hvorki próvaksín eða antivaksín tala um smallpox. Þannig að þetta var svolítið góður punktur hjá honum að draga þetta fram. Og ég þarna fór að hugsa þess út í þetta að ég áttaði mig á því þegar ég var að skoða þetta að bólusetningavísindin, áróðurinn, allur pakkinn standa og falla einmitt með smallpox. Það er smallpox sem er notað til þess að sanna þau. Þar og eftir lömunaveikin, polio, og eitthvað með barnaveikina sem ég þekki ekki og eitthvað með mislingana, en aðalatriðin eru polio og smallpox. En þetta eru, eins og ég er að fletta í Jonestown, þetta var bara eiturvopnaárás, Já. Hvað heitir aftur typhoid? Hvað heitir það aftur? Hvað er typhoid? Ég gleym alltaf hvað það heitir. Ég er að fletta því upp. Þetta er það sem ég finnst svo ótrúlegt og það er náttúrulega það sem er í gangi núna með þetta COVID að hérna var svona baksaga Taugaveiki. Já. Taugaveiki er typhoid. Já. En má ég bæta einu við smallpoxið? Það situr nefnilega í mér að Wu, eins og þú og Inga kallið það, lýsti því yfir 79 að það væri búið að útrýma smallpox. Já. Ég er ekki alveg að kaupa þetta. Það er svo mikið, í hvers skipti sem ég fyrir að lesa mig meira til að mynda, þá finnst mér blasa við ósvaraðar spurningar. Já, þetta í mínum hugum er þetta myndin sem sannar kenninguna mína, Hvaða minning? Þessi mynd hérna. Dýrin eru dauður líka, Já. Og með sírangas, þá þarf það að vera með gasgrunna, Cyanide-gas. Já. Þessi mynd segir, það er í raun það sem er merkilegt, eins og menn er að segja að ég sé eitthvað svona YouTube sérfræðingur, maður getur ekki hort á YouTube lengur, Ég nota BitChute og aðra rásir, orðið. Sama hér. Þannig að ég veit ekki hvort það er að kalla mig YouTube-bloggara. Já, nei, þetta er líka svo kjánalega yfirlýsing, YouTube heimspekingur, segir hann vinur þinn. Hann er sjálfur Wikipedia heimspekingur. Já, eða bara, þetta er að sama að segja, já, tókst þú svona háskóla í bókum og svoleiðis. Það er náttúrulega bara algjör. Já, þetta er svo kjánalegt. Ég hef sagt til fólk sem ég hef hitt í pottunum sem segir, já, þetta er bara að horfa á eitthvað YouTube-vídeó. Já, ég er að horfa á vídeó frá Stanford háskóla og MIT og ég er að horfa á hugveitur eins og Council on Foreign Relations og Atlantic Council. Kannastu við þetta? Nei, er þetta líka á YouTube? Já. Ég er að horfa á 1,5 klukkutíma í fyrradag fyrirlestur frá einhverjum prófessor bara Heidegger. Veistu hver Heidegger var? Nei. Það var ekki YouTube heimspekingur. Ég hef nú ágjörður eða þetta umgangast svona mikið gólem,
Nei, maður svona eins og ég sagði hann, þú skreppur í bæinn á þeim tíma þar sem fæst er á ferli og skýst í pottinn og skýst í bónus, en þú kemst ekki hjá því að reka olnbúana í baneitrað andsetið fólk. Gott að vera í Svíþjóð. Það er engar sundlóðar í Svíþjóð. Það er einu gallin. Ég ætla að reyna að fá með pott hérna niðri. Ég er náttúrulega með saman. Ég er búin að fá, ef ég er duglegur að vinna, þá er konan búin að samþykja pott, sko. Ok. Ég var duglegur að vinna núna, sko. Kaupiði látt í kreppunni, sko. Já, þetta er svona, það er... Ég var nú að auglýsa þeim daginn. Nú. Að fólk ætti að kaupa hýsingar hjá þér, ef það vildi blogga. Já, ég man eftir því, það var nú vel sagt. Það er ekkert blogglingur, það er bara vefverslanir, sko. Allir vefverslanir. Bloggið er komið með svona flottar lausnir, Median og fleira slíkt, sko. En eins og náttúrulega fyrirtæki sem er með verslun, þeir geta náð mikil traffic ef þeir eru að blogga, sko. En ég er óbúslega heppinn með það, þeir sem eru komið viðskipti til mín, þeir fara eiginlega næstu aldrei, sko, nema degi á þeim businessin, sko. Ég er óbúslega heppinn með það, það hefur eiginlega enginn flutt sig frá mér, mjög fáir, sko. Það er bara flott. Já, herru, nú er ég orðið þreyttur bara. Nei, ég er góður. Já, þú er alveg klukkutíma eftir, sko. Klukkan er 11:30 hjá mér. Já, hann er 11:30 hjá mér. Það veit það. Hundurinn orðið rólegur og sofnaður. Já. Hérna er miðasalan. Nei, sjáðu hérna. Vá. Þú ætti að koma þér upp svona. Nei. Ég er með svona link á note.is. Það var eitthvað sem notaði daginn hérna kartnumberið, sko. Það var eðislegt. Það virkar. Það kom inn og reikningin til mín. Svo er náttúrulega íslenski bankinn hérna. Og PayPalinn minn hérna. Já, ég fyllt þeirri stefnu að meðan ég er að segja það sem ég er að gera, þá sé mér á einhvern hátt gert að kleift. Já, ég er svona að reyna vona það lítur að vera að ég fái fljótlega þátt bara á RÚV eða eitthvað, það er ekki verið að reyna marg. Jú, við verðum með vinsalan þátt á RÚV. Skrúf. Það sem við höfum frjálst spil að taka elituna á beinið. Nei, þá verður við alltaf að tala í rúvísku. Við verðum alltaf að tala bara veðrið. En fannst þér ekki flott kenningi minn það þegar Markus var farin að bjóða Hreinberg reglulega viðtöl, þá voru hann boðin vinna á RÚV í hálft ár og svo bara hvarf hann. Það var svolítið athyglisvert. Og líka náttúrulega viðtalið við mig, ég held að það hefði og við þig. Já, ég setti þetta í samhengi líka að þú varst að gera ákveðna hluti þarna en á ég verið að endurtaka það hér. Nei, það var mjög flott. En hann lokaði sko á mig. Ég veit ekki alveg af hverju það var, sko. Hvað, Markus? Já, hann hætti bara að ringja, sko. Og ég var að íta á það, ekki að ringja, nei. Og bara þinn tímum er komið seinna eitthvað og bara hann neitaði að taka viðtal, sko. Meðan hann var ennþá sögu, sko. Hann bara lokaði. Mér skilst að það hafi ekki verið neitt persónulegt út af þér. Það hefur sömu afleiðingar, það var bara lokað. Þetta var sem sagt miklu líkara því sem ég sagði í vídeónu. Já. Það var reyndar, ég veit, hann Valdimar gamli síonistinn, hann trompaðist á einhverjum viðtali hjá mér, sko. Ég var að ónála raunveruleikann fyrir hann, sko.
Já, en náttúrulega ég var líka að segja þarna náttúrulega, og ég er búin að vera að segja þér hvori gegnum árin, útvarpssaga skiptir ekki máli. En ég veit þó að greinarnar sem að útvarpssaga hefur verið að birta eftir hann Gústaf Níels, verið ekki Gústaf hérna í Svíþjóð, Gústaf hvað er svona hann? Þannig hefur verið að koma með ákveðna greinar, eina grein undanfarið sem eru mjög flottar. Já, Gústi og hann Hallur Hallsson eru náttúrulega bara bergmála á okkur. Já, ég hef ekki fylgst með Halli. En ég sá náttúrulega átt eitthvað að reyna að dímonisera hann á daginn. Hver? Hallur Hallsson. Já, menna Skrillin eða Gólin. Já, ég lítið hann var eitthvað að reyna að dímonisera hann daginn og maður veit aldrei hvað þá er í gangi, sko. Já. Tókstu eftir daginn að Erdogan lokaði á WhatsApp og var tilbúin með einhverja tyrkneska social media í staðinn. Svo ég gleym alltaf hvað heitir og hef ekkert að nota. Já, WhatsApp er Facebook. Fleiri að loka þá. Þeir eru að gera bara drullur hluti, sko. Og ég vil líka minna á, sko, að ég er með Telegram. Já. Nema bara hættur að nenna þessu sósíal. Eða ekki nema bara, ég veit ekki. Já, hérna er hann Gústaf Skúlason. Og svo er hann Hallur Hallsson. Ég hef ekki sé Ernu, er hún hætt eða hvað? Veit það ekki, ég er ekkert að fylgjast með þáttunum hennar. Nei, ég hef ekki séð hann eitthvað. Ég byrja að fylgjast með henni eftir 2-3 ár þegar hún er búin að sanna sig. Já, hún er náttúrulega kræsi sem má ekki segja, sko. Ég sko, ef þú ert orðin public persona þá verður að taka því ef fólk segir eitthvað um þig. Já, það handla það nú misjafnlega, sko. Það ekki allir svona góðu andlegu jafnveg og ég, sko. Voru við ekki fatt daginn að þú og Elisabeth er sami kræsurleikarinn? Já, það var svo flott kenning maður. Það er með mátaður um náða típunkinni betur en það, sko. Það er fullt af honum. Já, nei. En þessi kenning er reyndar ekki, er til marga, eins og hvað heitir hann, leikari, sem lék í mynd sem gerðist að hluta til á Íslandi. Hvað heitir hann? Ekki, hvað heitir hann? Hann er svona Metro 6 Hollywood leikari. Hann hefur leikið í myndum, til hans 2 myndum með henni Jennifer Aniston. Ein sem var í fyrra sem heitir Murder Mystery. Ágætismyndir endar. Hvað heitir hann? Ég man ekki hvað hann heitir. En svo er hann atheisti sem að þú var svolítið hrifin af tíma. Þetta sem er með the intelligent deep internet eitthvað. Sem er með reglu podcast Sam Harris. Já, Sam Harris. Hann er alveg frumpa hérna, sko. Og hvað heitir hann hérna? Ég bara googla það. Ég hlusta á hann að ég var á Krananum. Þegar ég var að vinna á Krananum var ég stundum uppiskorpa með efni, sko. Ég var búin að hlusta á allt. Rógan bara allan og Peterson alveg eins og hann hafði sig. Og svo var ég að hlusta á Sam Harrison, sko. Ekki að því ég var í sammálanum. Og Adam Sandler. Nei, Adam Sandler, nei, ég er að rugla. Fyrir ekki að halda áfram, ég hlusta á þig. Já, og svo mættu þeir þá var Jordan Peterson og Sam Harris og Shapiro, Ben Shapiro. Fyrir 1-2 árum voru þeir fann að hittast eitthvað og sögðu, sko, við erum the internet intelligence, við erum vitið á internetinu og bara Við 3 fuglarnir síðan að hittast, það er náttúrulega svolítið meðlað, sko. Og bara allir að predika stundu vitlisum, sko. Já, ég man eftir þessu. Og þá hvarf Sam bara úr mínum radar, sko.
Já. Samfélagsguðirnir hættu bara að ýta honum að mér, sko. En ég að spá í hérna hvort að ég sko, Hóks síðan, ég get sótt hérna blaðamannastyrki og ég get sótt listamannalaun, þetta allt svona listarænt, sjáðu. Þetta verður svaka peningur í þessu, sko. Það ekki mjög svolítið væntum þessa síðorðið, sko. Svo fljótt að safnast upp bara alveg hellingur af ykkur dóti, sko. Já, nú ég alveg að fara Ég bara get ekki fundið þetta nafn, ég manna það ekki. Það var hérna náttúrulega hans Ben það hann litli kubbur, var þetta að tala hann eða? Ég bara man ekki þetta nafn. Og ég man heldur ekki að Jónasvipinu nafnið á myndinni, neina mynd sem hann lék í. Ben Sandler, nei, hvað heitir hann? Ben? Nei, það var ekki Adam Sandler. Nei, Ben eitthvað. Þetta svona svipaður gaur. Hann lítill. Það man ég ekki. Hann lék í einhverju mynd þar sem hann var hérna fór yfir mynd, sá filmu hjá einhverju tímariti og svo fór eitthvað í fokk hjá honum og hann fór á einhverju svona flakk heiminn að leita þessari mynd, leita ljósmyndaranum. Ben Stiller. Ben Stiller. Að Sam Harris og Ben Stiller Sami Crisis-leikarinn, sko. Þessi hugmynd kom fyrst fram, það voru einhverjir sem voru að pæla í því. Sam Harris, hver það? Sam Harris sem voru að tala um. Þetta væri Sami Crisis-leikarinn sem léki á báða. Nei, mér Ben Stiller ágætis leikari, sko. En þannig, þú veist. En þú veist, mér þykir mest gaman að ég mynd bæði skáldsögum og bíómyndum sem eru það góðar að ég nenni að horfa á þær, en það lélegar ég gleymi þeim daginn eftir. Þannig ég nenni að horfa á þær aftur einhvern tímann. Já, einmitt. Já. Heyrðu, þú ert orðinn þreyttur. Ég ætla bara að segja bara takk fyrir mig. Já. Ég hélt á að þú vildir tala með þessi sóttvarnalög. Að þú slóst það bara út af borðinu með það sama. Nú? Já, ekki? Já, ég svona, sko, mér finnst þessi sóttvarnalög vera svolítið kjánalegt fyrir bæri. Já. Það er tala allt sem ég var, sko. Já, sko, veist. Við tökum aðeins á það, sko. Við sýndum hérna með þessi Action T4 sem eru orri lög en þessi lög, sko. Já. Það sem ég veldi kannski benda á með Action T4, sko, eins og þú hlustar á þetta á Alþingi, þá var hann spurður með að setja flögur í fólk, sko. Nei, það er ekkert svoleiðis, sko, það stendur í lögum að sé hægt að gera, sko. Og svo var spurt með, sko, að hleypa ekki fólkin í landin ef maður væri þvingað í einhverja aðgerðir. Nei, þetta er bara að það kemur skip eitthvað svona, það stendur ekki að það er skip eða eitthvað, það stendur bara allir og allt og allir, sko. Og það var það sem ég var í Action T4, sko. Fyrst voru þetta eitthvað svona seremoníur, sko. Veist, það var byggt meðferð og veist, svo enduðum við í gaskleifunum eftir nokkra vikur, sko. En svo bara, og þeir sem höndluðu þetta ekki að drepa fólki, þeir voru sendið bara strax á vígstöðunar, sko. Og stilt upp fyrir fram að fallbysuna þar, sko. Og þeir sem höndluðu þetta, þeir voru bara skála í bjór þegar þeir náðu 10.000 dag, sko. Og æðislega gaman, sko. Og það sem að gerðist svo hratt, sko, að þau hættu bara öllum formlegheitum og fólki var bara komið rútunu og beint í klefan, sko. Og svo var Siemens fyrirtækið að vinna þróuna vinnu, sko, til þess að ná að tæma eitrinu og hratt út, sko. Og þessna voru þeir reisugilli, sko, þegar þeir náðu 10.000 dag, sko. Og þá var Siemens og Bayern og öll þessi fyrirtæki sem ennþá í gangi, Bayern og það eru sömu eigendur að þessu og bóræðnaframlegandarum. Það er líka Akkur er það ekki bönnu starfsemi Bayern og
og Siemens á Íslandi. Já. En sko, þú gerðir live daginn að þú last yfir þessi sóttvarnalaga draftið. Já, en nú þykjast þeir vera núna láta þið söguna ganga út að þessi búin að breyta þessu. Já, það eru bara svona, sko, þú ert líka búin að gera því skil. Já. Þegar það, vegna þess að þú talaðir í einhverju live, ég man ekki hvort það var sama live, en þú hefur talað að þeir koma á einhverjum lögum, það eru margir sem tala sambarilegt, líka erlendis, það komi á einhverjum lögum, það þetta módel sem að David Icke talar sem í rauninni gamalt rómverskt módel, þarna problem reaction solution dæmið. Já, mitt. Og það heyrðu, nú erum við búin að koma lögunum á og svo munum við bara svona strömlínulaga þau seinna. Alveg eins og þegar var sagt, heyrðu, við ætlum bara að hafa bifreiðagjöldin í smá tíma núna út af þessu þarna atriði. Eða eins og þegar verðtryggingunni var komið á lánin, þá samþykkti fólk það vegna þess að það var samtímis sett verðtrygging á launin. Svo bara var beðið í smá tíma og því var kippt síðan út. Já. Þannig að fólk sem ekki búið að sjá þetta módel, í gegnum þetta módel er bara búið að tekka sig út úr orðræðinni. Ég var einmitt að segja í vídeó í dag og ég hef sagt þetta áður. Þeir voru að tala fólk sem klárlega búið að tekka sig út úr orðræðinni, búið að tekka sig út úr umræðinni, búið að undirskrifa og kvitta fyrir lýina og heilaþvottinn og fann að réttlæta það ofbeldi sem þau eru beitt, þá mátt þú spila með þau eins og þeir sýnist, það þýðir ekki endilega að þú fer að ljúga eða vera óheiðarlegur eða abusive. Þau ekki lengur fólk, þau ekki lengur manneskjur, þau eru mannverur, þau eru orðnir apar og þar með eru þau orðin dýr. En sko einleitt hún svo styrla að það eru sko dýr eru komin með mannréttindi á Íslandi og út allan heim. En sem að bara segir okkur hvað í gangi, að það eru að einleittan lítur á borgara sem dýr. Já. En þegar við horfum á, sko, ég var að hlusta þarna á þetta og ég, sko, og það hlutir sem við höfum rætt nefnilega líka áður. Þú ert að horfa hlusta á einhverja gauðra og þú veist, tala einhver löggjöf og þau eru að tala þetta og svo eru að tala þetta og það verið að tala þetta og það enda margt sem kemur fram þarna, sko, það greinlegt að bæði nefndin sem skrifar lögin, það búið að kofera í umræðum í nefndin alveg fullt af álitamálum varðandi, sko, hvernig eigum við að hafa sóttvarnalög ef það farsótt. Þau ganga öll út frá því sem vísa að það sé farsótt. Já. Það ekki sönnun fyrir því. Öll vita þau. Sérstaklega bæði eftir vídeó sem ég gerði, það voru 200 mann sem horfa á þá. Þú veist alveg, fólki sem, það ekki bara einhver hassreikjandi vitleysingar út í skógi sem að hlusta á vídeóin mín. Þú veist það alveg. Að sko viku seinna þá setja Reimar Pétursson og Sigríður Andersson leiksýningu og svið með órator bara, þú veist, Svandís Svavarsdóttir braut lög. En ég bæti við, Alþingi sem hefur leyft henni það samseg. Ríkisstjórnin sem að taka þátt í því samseg. Ríkisfulltrúar eins og þríeykið til dæmis eru samseg. Það glæpur hér í gangi, það búið að sanna það. En heyrðu, hér svona fullt af háðfuglum sem að ræða einhver sóttvarnalög og svo segir sá sem að sko, þarna liðstjórinn frá VG, hann segir bara skýrum orðum, við erum að fara að setja lög fyrir allt það sem við erum að gera. En við ætlum að klára að gera það allt saman fyrst. Já. Býtu, ef þú horfir á sko, síðan sko, hvernig þessi stilt upp þá verið að segja við eigum öll að vera sammála, við eigum öll að vera í konsensus, við eigum öll að vera í samhljóm. Þetta allt saman svo augljóst, við vitum þetta öll, þú veist. Og svo bara svona nokkur álitamál dregin fram og þar með búið í rauninni strömlínulaga þetta og kvitta fyrir. En svo ég reyndi að hugsa, býtu, hvað ég að hlusta á? Þannig að ég veit að engin vísindi þarna, það ekkert siðferði þarna. Það engin ábyrgð þarna. Það ekki neitt þarna sem marktakandi á út frá mannlegu siðferði, út frá mannlegri heimspeki, út frá menningarþróun, ekki neitt. Þetta bara kjánaskapur og ekkert annað. Og ég hef bent á sjálfur, sóttvarnalögin sem við vorum með allt í lagi sem slík, eins og þau voru hugsuð.
þar að segja, þau voru hugsuð til þess að ríkið hefði ákveðna forsendur til þess að geta gert hluti sem að við eigum nánast aldrei að þurfa að gera. Að því gefnu að það sé alvöru farsótt. En þegar alvöru farsótt, þá fólk sjúkt. Það sem kallaði smitkví núna, sóttkví núna smitkví sem byggð á einhverju alien intelligence sem hefur enga stóð í raunveruleikanum og á grundvelli þess óraunveruleika verið að virkja sóttvarnalögin, það farið langt út fyrir þau, reglugerðirnar standast þau ekki, þessi Slóttólfur, Þórólfur, hann að semja við erlenda lyfjaframleiðendur hitt og þetta, og fara langt út fyrir það valdsvið sem lögin hans embætti leyfa, það í rauninni, hann orðinn, bara, sko, þetta svipað eins og með Elliot Ness. Það tókst ekki að sanna glæpina upp á Al Capone, en það tókst að sanna hann var skattsvikari. Já. Þannig að þú þarft ekki endilega að taka Slóttól fyrir þjóðarmorðið sem hann að framleiða. Þú getur tekið hann út fyrir lögin sem hann var að brjóta sitt eigið embætti. Hann hefur ekki valdsvið til þess að semja við lyfjaframleiðendur og þar að ekki þessar endurteknu yfirlýsingar það að nota alla íslensku þjóðina sem lyfja þróunar fórnardýr og það enginn á Íslandi sem pikkar upp og segir heyrðu býttu þetta í lagi og síðan sérðu þetta skúinspil á Alþingi hvað mörg lög síðan við fórum að greina hluti sem hafa verið algjör móðgun við hið mannlega algjör subversion, það sem ég kalla umskiptingu. Þannig að þú veist, eigum að fara að gera svona nöttpicking á einstökum greinum í þessari móðgun við mannlegt siðferði? Eigum að gera það, þú veist? En mér finnst svo skrítið, sko, það eru 63 þingmenn endalaust að skrifa einhver furðulög sem að þeir afgreiða lög sem koma bara tilbúin frá útlöndum í gegnum ráðuneytin, sko. Já, svo það líka það. Þessi lög sem verið að setja víða heim eru öll meira eða minna samhljóða með einhverju smá fínpúsningum og eru öll samin af World Health Organization. Það er sjáðu til þess eitt og hún Elisabeth benti á þetta og það var fleiri en sjálfsagt benti á þetta að þessi sóttvarna mafía hér á Íslandi ekkert að spyrja heyrðu eitthvað vísindi þetta, hún fer bara eftir því sem að sín yfirstofnun segir. Og þar með sína að íslenska lýðveldið ekki yfir stofnun sóttvarnaráðsins eða þríkisins heldur World Health Organization og og við erum að sjá hérna almenna borgara segja það allt í lagi vegna þess að það farsótt en ertu viss að það sé í lagi að einhverju embættismenn hjá einhverju stofnun og þú veist ekki einu sinni hvar hún hún í París, hún í New York, hún í Washington, hún í Sviss hvar World Health Organization með bækistöðar, veistu það? En nú var að falla Núna eru allir embættismennir hjá þeirri stofnun sem kalla sig vísindamenn að stjórna þínu þjóðríki og þinni menningu og þínu lýðræði og þínum borgararéttindum og þínu heilsufari. Og Bill Gates stærsti fjármögnunar aðili þessara stofnunar. Hún sjálfstæð? Það eðlilegt að ef ég á nógu mikið af peningum að ég geti bara keypt nokkra háskóla, nokkra fjölmiðla og eina alþjóðastofnun og stjórnað heilbrigðissjónarmiðum alls heimsins á einu bretti eins og ekkert sé. Já, og þvingað heilbrigðisstarfsemi. Já, látum vera hvort að við séum fylgjandi bólusetningum eða ekki, hvort vírusin þarna eða ekki, hvort veikin þarna ekki, eða farsóttin ekki. Þetta það sem að menning snýst Ef svarið á þá leið sem að ég segi, svona á ekki að gera hlutina, þá engin menning lengur. Þá eitthvað annað. Ég var að höggva eftir þessu, ég hef reyndar ekki nefnt að lesa þetta, sko. Já, fyrirgefðu, ég ætla nú ekki að vera með einhverja predikun. Nei, þetta var góð predikun, það ekki til henni. En ég ætla að lesa þetta bara. The Ark of Hope was created for a celebration of the Earth Charter held at Shelburne Farms, Vermont on September 9th, 2001. The event for Love of Earth featured keynote speaker Jane Goodall, Global Peace Walker Stacey Kumar, musician Paul Winter and Dr. Steve Rockefeller.
a member of the ég hef ekki tekið eftir þessu. Þetta var sem sagt fæðingardagurinn. Já, það var annars ég ætlaði einmitt að tala við þig áðan þegar þú varst að tala hérna Rockefeller og Rothschild og að því við vorum að tala daginn að BlackRock og Vanguard væri skipt þarna milli. Já. Og ég reyndar ég hef ekki reynt að tekka á hverjir eiga BlackRock en menn hafa talað það í greinum fjármál að það viti enginn hver á Vanguard. Þannig að það þó bara þín fullyrðing að Rockefeller eiga Vanguard. Ég hef engar skoðun á því, sko. Mér langar náttúrulega að vita hverjir eiga þetta. En ég var nú að varpa upp fyrir þeirri samsæriskenningu daginn að Vanguard gæti verið MI56 operation. Að þetta gæti verið svona flóknara skúinspil í gegnum það dæmi og mér var svolítið svona gaman að þeirri kenningu og ég ekkert að segja endilega hvort ég taki mark á henni en ég rökstudd hana og þar með hún bara bókuð. Það er hægt að rifja upp kenninguna. Hvort að þetta sé allt saman í rauninni bara British Empire að spila mjög flókinleik. Og eins og áðan ég var náttúrulega með aðra kenningu á hana, það er svona fullt af kenningur sem gaman að velta fyrir sér í stöðunni. En þú varst að tala áðan munin á Rockefeller og Rothschild, svona siðferðilega séð, sem er mjög áhugaverð pæling og þú varpað upp áður. En ég hef alltaf vanist til þegar ég verið að horfa á greinendur sem hafa verið að pæla í þessu, Rhodes, Rockefeller, Roosevelt, Rothschild, RN4. Ég var svolítið að spila með þetta, RN4 á sínum tíma. Og þá velta fyrir mér hvaðan R-ið kemur, sko, hvað er verið að gefa í skyn ef þetta eru bara 4 angar á sömu hendi. Þú veist hversu, ég hef alltaf séð alla þessa 4 sem bara sömu klíkuna. En þú ert að segja, nei, þetta er ekki alveg sama klíkan. Nei, það er aðeins ólíkar áherslur. Sko, Vanguard, eða sem það er BlackRock Rothschild, það er bara vitað. Ég fullir það nánast. Já, ég er ekkert að byrja á mótin einu sem þú segja, ég bara er að varpa við spurningamerkum, sko. Já, ég held ég get alveg fullir það, en sko, síðan ertu með hinum megin sem Rockefeller og Carnegie og Ford Foundation og fullt af þessu liði, sko. Þeir eru hinum megin, sko. Og þegar þú segir, sko, BlackRock og Vanguard stýrir öllu draslinu, þá má leiða líkum á því að hinn hliðin sé Rockefeller og Co, sko. Það er ekkert önnur afl í gangi, sko. Ástæðan fyrir því ég segi BlackRock og Vanguard stýra öllu draslinu eru 2. Annars vegar vegna þess að ég hef skoðað hverjir séu helstu shareholderar í öllum spilurum sem eru að stjórna COVID-19. Lyfjaframleiðendur, fjölmiðlaframleiðendur, rannsóknarframleiðendur, social media framleiðendur og bla bla bla. Og þar eru þeir alltaf 2 í efstu sætunum og þeir eiga alltaf nógu mikið af hlutabréfum. Bara þú veist, sko, til dæmis segjum bara eins og fyrir Amazon, leið og þú átt 5% í Amazon, þá ertu komin í stjórn. Og þegar ég sé þessa 2 í 2 efstu sætunum deila á milli sín samanlagt frá 11,1 upp í 11,9 eða 12,1 og leika sér með það við saman eigum 11% meiklara töluna, þá segi ég, heyrðu, if it quacks like a dog, it's probably duck. Þú veist? Og þetta ég bara fókus á, heyrðu, öll þessi, þú veist, af því þú veist hvað ég gagnrýni gargoylinn mikið og sérstaklega þegar ég fyrir að identifya gúlana gargoyla megin. Og þannig ég náttúrulega bara að vera trúr minni megin kenningum af því að ég náttúrulega bæði finnst mér kenningin svínpassa á það sem ég er að lýsa kalla Medúsugarðinn en ég verð náttúrulega líka að vera að sko meðan ég er einnum að nota þessa lýsingu þá verð ég náttúrulega þú veist vera trúr henni skilur þau. Þannig að ég nota það bara grimt meðan þetta passar. Og ég sé líka að það er einn og einn svona í umræðinum út á netinu að byrja að pikka þetta upp. Þannig að þegar að því ég sita að virka, sko, hérna er ein hlið, svo er önnur hlið, hver er þriðja hliðin, að því fleiri sem að verða svona svolítið klárar í að sko standa á ís í fleka út í á og
bæði standa á flekanum á þess að velti og líka að leyfa honum að fljóta með honum, því betur færari verður, sko, vegna þess að ég þarf greiningar. Þegar ég fer á neti og er að hlusta á einhverja sem ég er skemmtilegir, mér er líka gaman að sjá ef ég sé komment frá einhverjum eða einhver postar einhverju og ég fæ stundum eitt og eitt e-mail sem er svona ábending og þarna er eitthvað sniðugt að það eru svona fleiri sem eru aðeins að losna úr þessu steinagarði og byrja að horfa eins víðar og þá fær maður meira og betri upplýsingar. Og þá verður svolítið gaman, sko. Þetta er nei-hópurinn, nei-dýrin. Og en ok, þannig að ég er líka að horfa á, sko, þetta er gott komment þarna frá Guðmundi þarna neðst, Meru Vingjan. Já, ég var svolítið að vinna með þessa pælingu í fyrra, Meru Vingjan pælinguna. Tengist því og líka Melusín. En ok, þegar ég er að horfa á þetta þá sé ég að allir gúlarnir sem er að leiða áfram alla gargólana, því það eru gúlar báðum megin, þá sé ég það allir að sneiða framhjá, það eru 2 fjárfestingasjóðir sem leiða þetta og það er enginn að tala það, ekki neinn. Það eini sem hefur minnst á það þú sagði mér daginn að Alex hefði aðeins minnst á þetta og ég hef séð Catherine Austin Fitts minnast á þetta tvisvar. Bara rétt svona að segja þessi nöfn er þarna, punkt. Og þar með hún líka búin að kvitta fyrir og hún hefur minnst á það, sko. Þú veist aldrei hvaða player hún er. Þess vegna var ég svo hrifin af þarna með dokumentarið Planet Lockdown sem á núna kom út í janúar, viðtalið við hana og svo labbitúrin með henni. Labbitúrin með henni var snilldin. Síðari helmingurinn á labbitúrnum bara ef þú ert að pæla, þú horfir á það. Þú veist. Og þar kom hún inn á, sko, þar var hún að tala hugmynd sem er að vakna víða, sem er þjóðveldishugmyndin. Þess vegna var ég að tala þetta líka núna að því ég reyndi að tala þetta áður, en svo segi ég ætla að tala þetta núna aðeins, til þess að greina þetta að við gætum verið að horfa á að ég var nefnilega að stinga upp á þeirri hugmynd fyrir nokkru dögum, það er vel hugsanlegt að það séu mjög færir þjóðfélagsfræðingar og vegum þessara valdamafíu og þá er ég ekki að tala Davos-grúppuna að þessi Committee of 300 eða þú hefur heyrt mig tala 9 kenninguna mína, The 11 Apostles, postulatinn 11 að það séu 11 manna hópur sem stýrir öllu draslinu. Og þetta er náttúrulega bara svolítið villt kenning, vegna þess að hún er byggð á mjög veikri greiningu, en ég bara er að vinna með hana og svo bara kemur í ljós hvort ég dropp henni seinna eða hvort hún styrkist. En þannig var ég að varpa við þeirri kenningu fyrir nokkrum dögum, það getur verið á þessum árum sem að ég var að vinna með þjóðveldið, ekki endilega því þeir hafa fylgst með mér, heldur séu fleiri fólk út í heimi sem hafa farið að vinna með sambærilegar pælingar. Og ég tók eftir því að það var svolítið tíma sem síonistafjölmiðlar voru að minna okkur á sharia-hverfin og sharia-hverfin og sharia-hverfin. Og ég tók eftir að fullt af fólki bara, já, við höfum íslensk sharia-lög, en svo sá ég, það er fullt af fólki sem fattaði að þetta voru þjóðveldishéruð. Já, já. Og ég, borgaríki, sovereign borgaríki. Já, og ég, þú manns kannski, ég talaði líka svolítið að það eru þarna með 30-40 sjálfstæðar borgir í Bandaríkjunum. Alexandria eru höfuðstöðvar lögreglunar og þetta er sjálfstæð borg. Höfuðstöðvar heimslögreglunar, sko. Hérna sér þetta í skattheimtun í Róm, sko. Já, svo ég bara negli þetta niður að sko, þarna var ég að pæli, ef það er verið að plana að við munum að þvinga okkur, leyfa kommunistunum að þvinga okkur inn í paradæmsift til að sjá hvort fólki muni koma upp natural resistance. Þannig að ef natural resistance endi í einhvers konar þjóðveldum, að þau verði samt miðstýrð, en þykist ekki vera það, skilurðu mig? Að það sé eitthvað plott í gangi, langtíma plott, það mun eitthvað gerast sem veldur svona bylgju, við skulum reyna að spila það þannig að við náum yfirhöndinni í því. Þetta er pæling sem að mér finnst alveg verið að verða að pæla. Þetta er ekki hlutlaus af því að þjóðveldi er hugafóstur sem er mér mjög kært.
En hugmyndafræðilega er þetta áleitin pæling. Næ ég útskýra þetta skýrt? Já, en málið sko að þetta náttúrulega það sem að við höfum rætt oft áður og Alex Jones og fleiri eru sko að þetta svona sögusagna formið sko að menn eru búin að vera einmitt að tala þetta stjórna fólki og konungsveldin og allt þetta sko og það er verið að segja það sko að hver sem þessi öfl eru sko og ég held að við sjáum þau fæsta þeim sko að það sem að hefur verið sagt undanfarin ár er að þeir hafi bara nei, veist, við nennum þess ekki lengur veist, við ætlum bara við eyðum 95% af þessu pakki sko og við náum að kontróla 500 milljónir án þess að það sé nokkuð vesen sko og aldrei hætta þá að líðurinn komi og með gaflana sko og þá er þetta bara hentugt fyrir okkur og okkar fjölskyldur sko það er það sem að þetta lið er að hugsa hversu vitstóla sem það er og það virðist vera heppnast upp af þessu marki sko það er aðtöða það á næsta ári og þar næsta ári þá munu 1000 Íslendingar bara detta steindauðir þegar flensan kemur sko það búa og jafnvel allir sem eru búin að fara í síni sko Já, má ég stoppa hérna aðeins varandi það því að þú veist alveg mína skoðun á George C. Gaiston pakkanum og öllu því Já. Að þó ég debate ekki þá þú var alveg heilt með tala með þetta bæði í djúkvöðunum og vídeum og bla 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 og það þýr ekki ég er ekki að gera lítið úr greiningunni ég veit alveg hvernig hún er rökstudd en þú talaðir hérna með þú orðaðir þetta nefnilega alveg spot on að dettinu dauð þegar þið fá næstu bólusetningu næstu influensu og ég man ekki hvaða vísindamaður það var sem ég var að hlusta á daginn gæti verið Judy Mikovits, gæti verið hún það var einhver sem var að hlusta á bara vísindamaður þetta með XMR-VAF-vírusinn og glyfosatið og fleiri svona og þú veist þetta merkúrí dæmi og fleiri bla 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 og það var einhver sem og RNA dæmið það var einhver sem að myndist á að kom í ljós að dýr sem fengu held í RNA-sprautuna að þegar þau fengu held ég svo bólusetningu ári síðar eða fengu einhvers konar flensukvef ári síðar þá þoldu þau það ekki það var bara flensa að immunusystemið bara hrundi Já, og það þurfti ekki manstu hver þetta var sem var að tala um þetta? Já, þetta er stelpa þetta er ekki Judy sko Var þetta Carrie Madej? Það gæti verið, þetta var einhver önnur kona sko en hún sagði sko að það eru dýratilraunir og eftir ár eða 2 ár þá duga bara að flensan komi sko og fólk hefur það er allt ekkert viðnám og það er ekkert að gefa þeim neitt að gera þetta bara drefst sko og þetta er það sem að dýrarannsóknirnar sýndu sko Sýndu mynd af Carrie Madej, það er ekki víst allir viti af henni sko hún er mjög klár finnst mér en það er kannski að því hún er svo sæt ég er svo kvensamur á efri árum Senda þig neitt sko, já það sé hérna það getur verið af því hún hefur fjallað svolítið með þetta genóm, DNA, RNA dæmi sko já. Og farið mjög skilmerkilega sko Já, það var líka önnur kelling aðeins eldri sko, ég man ekki hvað hún heitir sko hún var að vara við þessu líka Já, ég kannast ekki við það ég er náttúrulega svona Judy Mikovits fan sko þú veist það þurfa allir fyrst að vera að tekka þér af hjá henni sko Já þannig að það er kenningin sko sem að einhvern veginn situr og það er það sem að sko Morðólfur og Kári Glæbo og þetta líð allt sem að vera dreipið líka sko þannig að þú veist og allir þessi ráð þetta líður allt dreipið sko þeir eru bara nýtsamir fávitar sko og allir þessir alþingismenn og börnum þeir og allt, þetta er allt saman dreipið sko ég veit, no comment það er samkvæmt þessum kenningum sko Já. Og það stendur, það er ekki eins og þessi skrifaði í stein sko Já, það, ég meina hver fjármagnaði það, þú veist
Þetta getur verið áróðs bara líka, þú veist, deception, diversion og allt það, sko. Svo minni mig á það, ég mismælti mig í vídeóinu í morgun, ég var svo svektur, ég hugsaði bara, allt vídeóð og nýtt. Og það einu orðið. Þú er ekki perfectionisti. Já, með sumt. Ég sagði the population expands þar sem átti að vera the planet expands. Og ég sagði, fuck. Já, lætir bara að fara. Alltaf bara leiðir þetta í næsta vídeo. Já, ég reyni það. Þú veist hvað þú finnir perfectionistana í 7 ára bekk, sko. Hefur ekki heyrt þannig? Nei, ég veit ekki neitt. I'm not that clever. Þú segir bara verkefni, verkefni í dag að tekna ring, hérna blað og hérna blýjandur. Og svo eftir 2,5 mínútu þá hluti sem bara tekur blaðið, hendið á gólfið og bara... og þá ertu búin að finna perfectionistana, sko. Já. Er ég svolítið slæmur? Er ég svolítið veikur? Nei, þú vinnur reynda vel úr því, sko, þegar ég bent þér á þetta, sko. Já. Það er svona ertu svona fyrirgefandi þegar ég bendi þér á að þú sitt ennþá veikur af sósíalismanum? Já. Ég er náttúrulega fullkominn, sko. Það er bara svo. Já. Þetta er orðið gaman að þessu. Ég þjáist það fullkomnun, sko. Við verðum orðið góðir 70, sko. Ég er alveg... Ég þarf að fara að taka undirdósa fullkomnun, sko. Ég er með svo mikið overdós, sko. Já, nei. Heyrðu, mér liggur ekkert meira á hjarta ef þú ert orðinn sáttur góður. Þetta er það bara stutjúkur. Það var svo rólegt á Vesturvík, og þetta er orðið bara 70% endurvinnsla hjá okkur, sko. Já, það er líka bara gaman að spjalla um þetta. Mér finnst, sko, það var daginn, ég man ekki hvort það var djúpkóðin eða þegar ég fekk að koma að í heimsókn. Ég segi, það er eiginlega bara meira gaman að hlusta á bullið í okkur í dag heldur en var. Við erum áttið skólaðið eins svona fínpúsari. Það er nokkuð viðbóta sjálfsmorðaðar í kringum Kapitólið. Hvað segir þau? Það voru 2 löggur í viðbótskilt með sjálfsmorðaðar í Kapitólmálinu. Já, ok. Þetta er orðið svo mikið grín, sko. Þú getur úr því gripið niður, hvar sem er. Sko, þú grípur niður á, segjum bara við svo með íslenska fjölmiðla, og grípur niður á mbl.is, þú grípur niður á vísir.is, þú grípur niður á fréttatímin.is eða fréttablaði.is, einhverjum af þessum meðlum. Og þú sérð einhverja fyrirsögn, og þú sérð fyrstu setningarnar í fréttinni, og þú sér byttu, og þeir segið að djúpkáðanir séu kjánalegar. Já, eða samsæriskenningarnar séu kjánalegar. Gleymdi ykkur að taka pillurnar sínar. Það var enda mjög gott, sko, ég veit að það er ekki nýtt efni, en ég var sem sagt þarna að fara á svolítið gamlar slóður síðustu helgi og ég er ekki alveg búin að klára það ferðalag að ég var að leita upp í gamlar upptökur, viðtalsupptökur með honum hérna Jón Rappaport og það var nú aðalega vegna sem ég var að leita upprunlega að sko hljóðbóki, hvort að einhver hefði rekord af H.Ink bókina þess. Já. Og það var hluta til að því mér langaði aðtók hvort hann hefði minnst á smallpoxið, því hann hefur hvergi talað um smallpoxið en með einni grein eða eitthvað bara einhver aðgerð í Afríku og ég sagði að hann hlýtur að vera aðeins búin að grúski þessu. Ef ekki þá bara sendi ég fjölni á eftir honum, sko. Já. Og Þetta er stóra frétt kvöldsins, þetta er stóra skúpið í kvöld. Þetta var flott, mjög flott. En hann var sem sagt að tala, svo rakst ég á hann að þið við verið að skrifa eitthvað Secret Society þarna á árinu 2002-2004 og ég hef ekki náði hvort það sé til bókin sjálfvegs þegar PDF eða ekki, en ég hlusta á þarna nokkur svona podcast viðtöl sem hann kom inn í og það var svona áhugavert að heyra einn og einn punkt. En ekkert samt svona nýtt kannski annað en að hann er miklu meira fókusaður á jesúítana á meðan ég verið með svo fókusaður á það sem ég kalla miklarana. Ég er ekkert endilega frímúrarar heldur bara Já, þú veist náttúrulega allt það. Og þar kom hann svolítið inn á eitt sem hann sagði, sko, hann sagðist að farið í ákveðna lúpu. Það sem eitthvað vaktandi meðvitundur að taka mikið af viðtölum við fólk sem hafði verið með psychic abilities
og hafði verið sent inn og geðdeild út af því. Fólk sem var forspáð, gat jafnvel speglað hugsanir annara, áttaði sig á ef einhverju svipir voru á ferðinni, alls konar svona bara hlutir sem að við Íslendingar höfum aldrei kippt okkur upp við. Og sömulegis á Bretlandi, Bretar hafa alltaf verið mjög umburðarlyndir með svona psychic abilities, eða svona miðils, svona ófreskigáfur, eins og þetta heitir á íslensku. En þarna kom í ljós að hann náttúrulega kom á bandarísku grasrótinni og þar var sem sagt gríðarlega mikið af fólki sem var bara afgreitt af fjölskyldunum sína með því að vera sett í innlögn. Og þar var það síðan vanið og geðlyf og það var fundið út hvernig átt að stilla lyfjagjöfina þar til þetta var bara strokað út úr þeim. Og sum þeirra voru jafnvel sett í þannig feril að þegar þau treystu sér til, kannski mörgum árum seinna, að hætta á lyfjunum, að sum þeirra voru jafnvel orðin persónuleika sköttuð eftir þetta. Og sum þeirra vildu þá jafnvel fara að fá þessa hæfileika sín aftur og voru jafnvel í basli með það, sko. En þar kom þessi umræðu upp að þetta blæti sem elitumafían hefur haft síðustu 20 ár, að koma öllu fólki sem hefur einhverja tilfinningaflögt inn á einhvers konar geðlyfja áskrift. Hvort sem það eru ADHD-strákar á Rítalíni eða fólk með geðhvörf á einhverju öðru eða fólk með þunglindi á einhverju öðru og svona, að þá eru allir sem hann talaði við sammála að þessi líf öll væru í rauninni svona blokkerar á andlegt innsæi og væri stórskaðlegt fyrir í rauninni þessa mannlegu sýn sem er partur af henni mannlegu vitund. Að þetta sé partur af hugsanlega áætlun að gera fólk auðsveitnara, hlýðnara, störblindara, rörsýnara, meðfærilegara, sömubókar, fræðilega svona slípara og ég var að hugsa, sko, þessi viðtöl eru 2003, 2004. Á árum sem ég var ekkert að pæla í því að fara að gera eitthvað vídeo eða blogga, ég var bara svona að díla við mín persónulega einkumál, sko. Ég var fyrst og næst að fókusa bara á minn frama og hvað ég ætlaði, hvenær ég myndi eignast einbýlishúsið mitt, sko. Og vinna úr einum skilnað og fara í annað samband og svo lendi skipur út í þar. En það er ekki fyrir 2010, 11 sem ég fer svona, já, heyrðu, það er kannski komin tími til að tjásu erfiða hluti. En þarna sem sagt, fyrir 15, 16, 17, 18 árum, þar er þarna Jón Rappaport að greina þetta. Á þessum tíma, ég man vel eftir því að á árunum 2000 til, já svona 2005, 6, 7, þá man maður eftir að hafa fengið fullt af athugasemdum frá fólki á þessa leið. Og ég man eftir því þegar Ragnar Proppe var með í þjóðveldinu og hann sagði mig frá því að hann fór einhvern ferð á Vestfirði og þar var einhver hittingur sem var fullt af ungu fólki og hann sagði öll vissu nöfnin og ótrúlegum fjölda af svona vitundablokkara lyfjum sem hver var á þessu og hver var á hinu og hver hafði áður verið á hinu og öllum þótti vola vænt lyfin sín og þetta var umræðuefnið, lyfjafræðin, sko. En það var eiginlega ekkert hægt að tala við fólk sagðan, sko, eitthvað annað en þetta eða við einhverjum dýftum og eins og veist, það var Ragnar mjög djúpvitur maður og snjall, en þetta er hlutur sem að ég held að við höfum einhvern tíma rætt þetta, en þú sérð mjög lítið af umræðu þessa hluti síðustu 4, 5, 6 ári. Þeir verða alltaf svo sárir þegar maður segir að þeir séu meitlarar, þótt þeir séu það, sko. Já. Það má aldrei segja það einhvern veginn, þá verða það fara þeir alveg í baklás, sko. Hefur hvernig þá? Er það alveg trú annað, sko? Já, ég meina, hefur lent í því. Ég náttúrulega notaði þetta orð svolítið. Ég segi chiselers á ensku, en stundum ég segi nú oftar masons. En ég vil freka það verður rosa sárir, sko. Það finnst mér svolítið, sko, ég verið alveg trú annað, sko.
En þeir þurfa á líka virða það að ég get ekki skrifað upp á dóm sem að bankastjórinn og hæstaréttardómarinn eru saman í blóðsáttmála, sko. Já, Þú veist, það meiri sér frímúrarar lítur að skilja það, sko. já, en þegar sko, ég er nú líka að minna sjálf á mér nú bara í þessi töluðum orðum á að ég ætla að ég segi svo oft Masons á ensku en að því ég á í rauninni við Chiseler, meitlar orðið. Ég vil frekar síður segja Freemasons því að ég líti ekkert á meitlaran eða Chiselerinn sem bundin við einhvern einn félagsskap. Nei, ég er sammála, meitlar er mjög gott orð, sko, því að þetta er ekkert endilega frímúrarastúkan við skólagötuna, sko. Þetta er hugarástand, sko. Þetta er ákveðin, þú veist, ég meina, og núna eru komna miklu fleiri reglur, sko. Já, það er líka, þess vegna er ég að segja sko að ef ég kalli einhvern meitlara þá var hann ekkert að vera viðkvæmur yfir því ef hann er drúiti eða frímúrari sko, þá er ég ekkert endilega, þú veist, og þess vegna er ég að minna sjálf á því að fara aftur og nota Chisler á ensku eins og ég gerði lengi og ég hef séð athugasemdum og fólk pikkað alveg upp. Því að líka því að við erum náttúrulega búin að, sko, við erum búin að uppgötva 11. Þegar ég var að uppgöta, þú veist, og ég bara, þú veist, þú þekkir það, hvað ég er búin að gera mig mikinn mat úr því. Já, í gegnum árin og maður er að sjá það alltaf betur og betur út allt, sko. Það er þetta með að við hinni kristnu, sko, að vera ekki að þvælast fyrir þegar Guð er að díla við þjóðir eða fólk, sko. Já, ekki gangi veg fyrir Guð, vertu frekar samhliða honum. Sko, ef að fólk er alveg obsessed af því að drepa börnin sín, sko, þá er bara voða lítið hægt að gera, sko. Þetta er bara eins og að sitja í lög að sé ólöglegt að fremja sjálfsmorð, sko. Það er náttúrulega vonandi að framfylgja því, sko. Og svo, já. Þannig að ég er á því að, sko, þeir sem klappa á alþingi yfir því að fá að drepa börnin sín, sko, þeim er bara ekki við bjargandi, sko. Það er bara, sorry, það er ekkert eftir. Það er bara beinarlega bara þetta er að sturta niður í helvíti, sko. Mér finnst líka að vera mjög gott að hafa í huga varðandi allt það sem hefur verið í gangi síðasta árið að hversu mikið af því sem þessi elita og fylgjendur þeirra meðal almennings hversu mikið af þeim glæp sem verið er að framkvæma er gegn hinu guðdómlega. Já. Og það, ég var einhvern tímann búin að greina það í 2 þrep, sko, það bæði gagnvart þeirri ordrung sem að kemur varðandi það að vera bara frjáls sköpun að vera í hinum skapaða veruleika og hins vegar líka gagnvart þessu genadæmi öllu saman. Já, þú mátt gera eitt sem ég vantar aðeins meira, við vantar meiri heimildir. Ég greip það hjá þér og notaði samtali í dag með þarna mótmæli gyðinga í Ísrael, eða orthodox. Ok. Svo var ég skotin tilbaka, já, erum við einhverja heimildi fyrir því? Og ég bara heyrði þetta, sko. Og Já. Þannig ég var alveg heimildalöð, sko. Þú netur í karta. Já, hendur linkum einhvers staðar fyrir. Já, það er engin linkur, þú bara googlar ultra-orthodox protest. Alltaf engin þjónastæðina, sko. og númer 2, neturei karta. Þetta er Hvað er þetta? Ultra-orthodox? Já, hafðu bara sett hvort leika, sko, ultra-orthodox rabbi, ekki djús, ultra-orthodox rabbis myndi ég frekar hafa, eða djús náttúrulega og protest eða anti-zionist ultra-orthodox einhvers leis. Ok, þá eru komin þetta er svona lagðir að gerast neginlega daglega og stóru mótmælin eru í Washington og New York og svona, sko, bara thousands and thousands and thousands. Ertu á Google? Við notum DTG hér, sko. Æ, ég nenni ekki. Já, þú fer bara í settings og stillir vafran á það. Ég nenni ekki. Þú ert bara latur, sko. Já, algjörlega.
Ég stór syndur, þess vegna er svo gott að hafa blóðsáttmálum því að þú. Ég vil sjá hvað Dök Go kemur með. Já, alveg hellingur maður. Alveg hellingur, sko. Ég hef bara ekki orku í að breyta vönum, sko. Ég er bara því miður. Má ég gera screen share? Nei, jú. Select window screen share hann. Bla, bla, bla. Já. Segjum bara þetta, segjum bara alveg á, já. Og segjum þetta og hvað kemur hérna? Alveg hellingur, sko. Já. Ultra orthodox protest. Þetta er alveg svoleið, sko. Þetta er bara, þú veist, þetta er the thing. En svo er Neturei karta. Ég hef aldrei skilið og hafa kallað mig gyðinga hatara. Ég bara... Já, það er bara kjánar. Það er bara kjánar. Ég sé þetta ekki alveg hvað þetta er hérna Neturei karta. Þú sér það hérna á einni mynd, Zionism versus Neturei karta. Að þessir eru alveg gríðarlega öflugir, sko. NKUSA, Neturei karta USA. Það, ef þú vilt fylgjast með hreyfingunni, þá fylgjustu með Neturei karta. Hvað er, já, þessi hérna, NKUSA? Nei. Já, til dæmis. Og sá sem er fremstur af þeim er hann hérna Vice. Hvað heitir hann eitthvað Vice? Hann er þarna á myndinni, sko. Hann heitir eitthvað Vice, man ekki alveg. David Vice. Hvað er þetta? Hann er svona... Hvað er þetta? Organization eða? Neturei karta, þetta stendur held ég bara fyrir hérna það sem heitir True Torah. True Torah Jews. Og þannig að þessir gaurar eru, sko, og hann Jakob Shapiro, vinur minn. Hann er ultra-orthodox. Já, hann er snillingur. Ó já, bara, þú veist, ég er fan. Hvað heitir það hérna? I'm a groupie. Já, ég er groupie hjá honum líka. Ég er groupie. Nei, hérna viðtalið, uppáhaldsviðtalið, og þetta er svo mikið, sko, þetta er svo gott viðtal hérna, þetta viðtal, með honum Harold Channer. Það er bara, maður á að horfa á þetta annually, sko. Þetta er linkin inn í chatið. Já, ég sé ekki hvort þetta er allt. Já, Harold Channer, þetta er orginalin. Þú sér það hérna? Harold Channer. Nei, takk Jakob Shapiro. Hérna sér já, ok. Hvernig, ég held að mamma gæti ekki póstað í henni. Hvernig póstaði ég því henni? Í chatið bara. Ég get bara sett private sagt hérna. Kemur hérna. Ég törði í speglin, en allan hann er svona, já, við erum grúppís. En þetta er sem sagt máli, Neturei karta, og það er eins og hann hérna, David Vice er svona frægasti málsvarinn þeirra, sko. Sjá hvort hann kemur inn upp á skjáðan, þessi hérna gaur. Og hann segir alltaf sömu hlutin aftur og aftur, en það er alveg fyrir áhugamenn að vita meira en þetta, þá eru þessi tveir kallar að svona, en það er reyndar eitt hérna, veit ekki hvort það er til, það er kannski, við getum talað um það seinna, það er til viðtal, sko, við hann gamla, interview, þetta er sjá hvort ég bara, interview, Chief Rabbi New York og David Vice. Sjá hvað, ég man ekki hvað hann heitir gamli. Nei, það kemur ekki upp. Nei. En það er hérna... Ég held ég þurfa að fara svo. Já,
Þannig kom ég ekki smá rannsóknarefni. Já, þetta er sko, það er svo auðvelt að svara þessum gaurum, minna stop screen. Það er svo auðvelt að svara þessu, þú veist, fyrir mig allan. Þú veist, Ég bara kem að tóma kóðanum þarna sjálfur, sko. þú veist, Holocaust er sagfræðileg staðreynd, það er lögfræðileg staðreynd, það er hins vegar ekki endilega einhver trúarlegur sannleikur fyrir ef þú ert kristinn maður eða gyðingur eða múslimi, en það þýðir ekkert að og gyðingar eru bara æðislustu trúarbrögð í heimi, bara þannig. Jesú var gyðingur. Já, ég meina, þú veist, það er engin hérna með einhverja gyðingafyrirlitningu að hafna gyðingum, en síónistar er ekki gyðingar og 80% af gyðingum hafna síónistum og það hefur ekkert með neitt gyðingahattur að gera. Nei. Þannig að, Það þú veist, er heimskuhattur að gera. já, þú veist, það ætla að segja, breyta þér einhvern gyðingahattara út af þessum orðum eða hælfara rafnetra, já, ok, ég meina það var fleiri þjónar Guðs verið settir í fangelsi af ósækjum. Þú veist, þannig að ok, þú veist, handcuffs, please. Þú veist, það er bara, þá, ef þú ofsækir þjóna Guðs, þá svara þeir ekki, það er Guð sem svarar ef honum hentar. Já, Ef hann gerir það ekki, þá hefur hann bara einhver ástæði fyrir því og hún er alveg pottet góð. það er bara læti í þeim. Það er bara brennt drasl. Já, þetta er rosalega læti, alveg rosalegt og þessi menn eru breyttir alveg svakalega óbeldi. Já. Og þeir eiga alveg gríðarlega stóran aðdáendahóp, bæði meðal gyðinga og meðal góim. Og ég hef sagt í vídeóum, það er engin góim í heiminum sem talar eins oft og eins fallega gyðinga eins og ég. Ég alveg bara, þú veist, ég sé ekki vídeó viðtal við ultraorthodox rabbina nema ég bara segi, hey, slökku á símanum, I'm busy, I'm studying. Getur ekki fengið að joina þá? Ég get það ekki, Af hverju? vegna þess að ég er ekki gyðingur. Jú, það er. Ég er engiðstrúar. Það fer ekki að skólan hjá þeim. Gyðingar er æðislega trú, það er bara þannig. Senda bara umsókn. Þú veist, mín skoðun á, þú veist náttúrulega, ég er náttúrulega í að gera ákveðna þjónustu sem er mér heilög, hvort sem hún er mín sturlun eða raunveruleg veit ég ekki, en frá mínum bæðatirinn séð þá er íslam, kristjanismi og djúdaismi og Zoroastrian heilög trúarbrögð, öll. Já. Ég af vísu hef lýst því yfir að þau hafa öll fallið. Það þýðir ekki að þau get ekki iðrast og hreinsa sig. En ég er ekki dómari. Nei. Og ég er málsvari þess að sýna, hvernig á ég að orða þetta? Mín reynsla af því að vera manneskja er svo að fólk sem að iðkar trúarlegt nám þjálfar frumspyggilega hugsun, frumspyggilega hæfileika sem virkjar hinn skapandi víðsýna og sterka huga. Og mín engiðstrú er tilbeiðsla á skapara lífs. Það er pro-life, það er til lífsins. Það er vegur lífsins, en það er skapandi vegur. Ég sé alveg fullt að trúðu fólki sem er gjörsamlega sturlað inn í einhverju meitluðu borgarvirki sem að ég hef engan áhuga á. Og það er þá bara þeirra mál. Það kemur mér ekkert við. En mín reynsla af þegar ég kynnist, eins og ég vitna stundum til dæmis í 2 kaþólika. Biskup Viljánsson og Cornelia Ferreira. Þarna sé ég 2 einstaklinga, annar kaþólsku fræðimaður og hinn kaþólsku leikmaður, sem að mínu mati sýna einmitt mjög vel hvað ég á við. Þarna er fólk sem hefur agað, þjálfað og skólað vitsmuni og hugsun
og greiningu og rökfræði og hvað, þú veist, einn raunveruleg vísindi eru ást og leit að þekkingu og skilningi. Akademía humanista veit ekki einu sinni hvað það er og hefur bara ekkert og þoriti til að tjá sig þetta. Og þegar ég skoða vísindi sem koma frá trúuðu fólki, þá voru þau miklu betur unnin, betur framreidd, dýpri, athugulli, víðsýnni og langsýnni. Og þegar ég ber þau vísindi og þetta fólk veit miklu meira plánetuna og því þyngdaraflið og líffræði, þróun lífsins, sögu lífsins og öll og starffræði og vísindi og allar svona pakkan, miklu meira heldur en þetta humanista, kommunista, akademíu pakk getur einu sinni gert sér í hugarlund. Og þykir svo geta Já, þú veist, já. Bara ég sendi því skóla hjá ultra-orthodox, sko. Og þegar ég sé, það skiptir mig einhver máli, þú veist, það gyðingur, það kristinn, það múslimi, það sórastrari, þegar ég sé, þetta fólki sem fer inn í dýptina á hinni óskilgreinanlegu, skapandi og lífvænlegu hugsun. Já. Þú veist, sannleikurinn, skapari alheimsins vegurinn, sannleikurinn og lífið, eða sannleikurinn, vegurinn og lífið, vegurinn, sannleikurinn og eilífa lífið. Það bara þannig. Það ekkert öðruvísi. Og sá heimur sem iðkar tilbeiðslu á einhverju öðru en þessu að núna að undirbúa að sprauta sig út úr alheiminum. Já. Punktur. Og settu mig núna í fangelsi. Það fullt af frjálsum mönnum þar sem ég þarf að tala við. Já, fangelsi náttúrulega bara breyting á landafræði. Ég meina, við erum öll í fangelsi, þannig Já, við erum það minni klefi, sko. En það þetta sem maður lendir í, þú veist, við vorum þú manst við með 2015-16, bæði í djúpkönum, þá töluðum við oft þetta og í vídeóm og þeim tíma þar var ég oft að pæla í þessu. Ég byrjaði fyrstu vídeóin mínum helfurinn að ég sagði, nei, veist, ég ekkert að trúa þetta og bla bla bla, en svo bara, nei. Veist, ef ég minnist á helfurinn og tekja fram, þetta sagfræðilegu staðreynd, þetta lögfræðileg staðreynd, en ef við ætlum að horfum að ræða hvað það gerðist raunverulega, varstu þarna? Ertu sagfræðingur? Veistu ykkur staðreyndirnar? Ég veit það ekki. Veist þú þær? Ætlar að setja mig í fangelsi af því ég veit ekki staðreyndirnar. En ég veit hver lögfræðileg og sagfræðileg staðreynd í okkar veruleika. Ég meina, þú veist, piss off. Ég hef áhugaði að vita hver þessi 60 maður sem var handtekinn. Hver? Já, ég veit ekkert það dæmi. Og það tegjabökkunni. Það var annarkvort einhver sem á að taka út eða einhver sem bara kræsisleikari. Annarkvort, sko. Og hann ávist að hafa verið á málfrelsin eitthvað. Já, það Súpunni, sko. Sko, það ekki raunsæi lengur. Nei. Við sjáum Þetta var ágætis djúpkofun. Þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir því sem búin að tala allt. Það var þetta svona ágætar áherslur. Já, gaman að spjalla. En Ég takk fyrir mig, Guð blessi þig og þína. Já, sömuleiðis. Hundin sem hjá þér og hína sem eru frá þér. Takk fyrir það. Og ég bara slökkt á ljósaperunni hér. Ég sé að Guðmundur þarna með spurning, Kari Mullis. Hvað finnst ykkur Lynn Wood? Ég hef enga skoðun á Lynn Wood. Ég hef ekkert fylgst með honum. Kari Mullis var drepin í ágúst 2019. Já. Ég hef aldrei heyrt talað Dr. Shiva Ayyadurai. Ég veit ekkert það dæmi. Ég hef mikið áhuga á merovingjunum og melusín og ég hef mikið áhuga á Bonaportunum og þarna genovísku blóðfjölskyldunum. Ég var byrjaður að grúska í því þegar ég var stoppaður í sumar. Já. Þá var ég búinn að vera að pæla einmitt í melusínfræðunum og pendrákonfræðunum. En ég var stoppaður og ég hef ekkert farið af stað með það aftur. Ég var alveg svakalegu flói hérna í 2 vikur.
Þú er alveg bólakafi í alls konar evrópska mystík. Já. Herðu, halda fram og ég óska eftir meira íslensku staffi, sko. Minnst það betra. Já, það kemur öðru hvoru. Og já, þannig að ég hvet þig áfram til dáða, sko. Og hlustendur. Takk fyrir það sömuleiðis. Sömuleiðis. Þú veist að ég vil fá... Já. Hvað er það? Nei, ekkert. Ég bara að tuða. Já. Ég á ekki bara að fara. Takk fyrir mig. Ég er líka bara að fara. Við heyrjumst til lagi. Góða nótt. Ok, bye. Góða nótt. Bye. Bye. Bye bye.